Já, komið þið sæl og verið velkomin í F1 eSports hluta Reykjavík International Games. Við erum alveg að fara í tímatökuna hérna og ég heiti Guðmundur Flósi og mun vera með ykkur hérna og seinna meir mun annar lýsandi koma og vera með mér í þessu. Við ætlum bara að vinda okkur í tímatökuna, má ég sjá, ég ætla hérna aðeins að láta þá vita að þeir mega gera sig ready og bara koma þess af stað. Og þá eru þeir bara að vinda sér í að gera íta á ready up og þá förum við inn í tímatökuna. En formatið hjá okkur í kvöld mun vera þannig að við munum vera með eitt qualifying session sem að verður í 18 mínútur. Þannig að menn munu geta sett hraðan tíma til að reyna að starta fremstir. Munum keyra quali sessionið á Monza-brautinni á Ítalíu og munum síðan keppa þar í stuttri keppni sem 25% af fullri keppni. Síðan munum við fara yfir á Red Bull Ring í Austurríki og þar munum við keyra reverse grid, þannig að sá sem að klára fyrstur mun byrja aftastur í þeirri keppni. Einnig verður það 25% keppni af heildarkeppni, þannig að það verður bara fjör í þessu. Það eru bara 4 keppendur með okkur í kvöld. Þeir John McTreadle eða Pétur, Sjónni sem er betur þekktur sem Brain Power en er núna búinn að breyta nafninu sínu, Palli Púður og Jón Brynjar. Jón Brynjar hefur unnið deildina hjá okkur áður, vann fyrsta tímabili hjá okkur í PlayStation megin segi og já, lenti síðan í 3. sæti á öðru tímabilinu og er núna í 10. sætinu. Palli Púður var ekki með okkur í fyrsta sísoninu en náði öðru sætinu á öðru tímabili hjá okkur og er sem stendur í 3. sæti í deildinni. En það eru bílar komnir út á braut, þannig að eigum við ekki bara vinda okkur yfir í þetta. Sjáum hérna að Palli Púður er að keyra út á braut, út úr pittinum á Mercedes bílnum, Jón Brynjar í Red Bull bílnum, Sjónni í Williams og John McTreadle í Ferrari bílnum. Eins og mörgum er kunnugt er þetta virkilega klassísk braut. Mikið hefur verið lengi í formúlunni og menn þekkja hana mjög vel. Hröð braut, mikið af framúrökstrum möguleikum. Þannig að þetta verður bara vonandi mjög skemmtilegu kappakstur. Fáir að keppa með okkur en vonum hins vegar hið besta. Við ætlum að fá upp hérna smá upplýsingar hjá okkur. Og
Sjáum hérna dekkjastöðuna hjá mönnum. Við vitum náttúrulega alveg hvaða dekk menn eru á. Það er allir á mjúku dekkjunum, rauðu dekkjunum. Þannig að það er ekki mikið svo sem verið að spá í því. En sjáum hérna að Palli Búður er mikið að sveifla bílnum fram og tilbaka, ná hita upp í dekkjunum. Við sýndist hann taka þarna eitt ballard. Það er víst eitthvað bannað. En er núna að koma að síðustu beygjunni. Hægir þarna vel á sér, bremsar til að ná upp miklum hita í dekkin. En þarna kemur, sýnist mér, Williams bílinn, hann ætlar að reyna að nýta hann til að toga sig áfram á ráskaflunum. Það er rosalega gott að fá togið. Nei, hann býður og leyfur honum bara að fara. En við ætlum þá að hoppa yfir á Williams bílinn og fylgjast með honum á sínum hraðarhring hérna. Þá kemur hann inn í fyrstu beygju, allt of vítt og sker beygjuna þarna, invalidata hringi sinn. Þetta er súrt. Palli Búður tekur þessa beygju snirtilega. Sjáum síðan John McDreadle gerir þetta virkilega snirtilega líka. Kemur vel út úr þessari beygju. Og vélinn alveg í botni hjá honum. Palli Búður kemur inn í þriðju beygjuna, setur hraðasta fyrsta tímatökusvæði, en þar sem hann er fyrsti til að setja löglegan tíma á því tímatökusvæði sjáum við alltaf að það sé hraðasti tíminn. Kemur hérna í gegnum Lesmo 2 beygjuna. Tæpur á því að invalidata hringinn var næstuði farin og vítt þarna. Kemur hratt og vel inn í þessa beygju. Auðvelt að missa afturendan út úr þessari beygju, er að fá hérna kjölsog af Williams bílnum og stingur sig þarna fram úr honum. Hvaða tíma mun Palli Búður setja? Alveg sleikir hægri kantinn þarna, 1.20.474. Bóttum síðan yfir á John McDreadle, fer aftur inn í pittin, hann invalidataði hringi sinn. Sonny kominn inn í pitt sömuleiðis. Jón Brynjar búinn að invalidata líka. Eini sem hann náði að setja löglegan hring í byrjuninni er þá Palli Búður. Og allir bara á leiðin inn í pitt setja náttúrulega eins lítið eldsneyti og þeir mögulega geta í bílinn til þess að geta farið eins hratt og mögulegt er. En Palli Búður í kjörstöðu akkurat núna út á braut að koma með hraðasta hringinn. Þessi dekk líka endast ekki mjög mikið, þar sem að það nokkrar mjög hraðar beygjur sem að slíta dekkin rosalega mikið. Palli Búður, mér sýnist Palli Búður verið að reyna að setja annan hraðan hring hérna. Hann setur hraðasta tímatökusvæði 2 aftur. Hann er ekki hættur. Hann fór of vítt þarna út úr beygjunni, en validataði hringi sinn. Það er súrt, sjáum menn örugglega að vera að fara, já, við erum að sjá Sjonna að vera að fara út hérna, ætlum að fylgjast á með honum. Palli Búður fer inn í pittin. Sjáum að þeir sem að náðu ekki setja hring eru allir aftur komnir út á braut. Gerir ekki ráð fyrir að við munum vera að sjá Palla Búður vera að fara aftur út á braut bara fyrir undir lok tímatökunar, bara til þess að spara dekkin aðeins. Kemur hérna í gegnum parabólugu og þá að byrja hraðan hring, fer mjög vítt til þess að reyna að koma eins hratt og hann getur yfir
ráslínuna. Komin alveg upp í topp hraða 348, nær upp í 350. Bremsar vel, nær að taka þessa fyrstu beygju mjög vel. Kemur hérna, nær hann að setja hraðasta tímatökusvæði 1. Nei, gerir það ekki. 26.466 í gegnum fyrsta tímatökusvæðið. Kemur síðan að Lesmo beigunum hérna, Lesmo 1 og að koma að Lesmo 2. Og aðeins laus afturendin hjá honum hérna. En ágætur annar tímatökukafli, ekki sá hraðasti en fínt samt sem áður. Kemur síðan aftur að parabóliku, síðasta beygjan. Hvaða tíma nær Johnny að setja, sleikir hérna hægri kantinn alveg eins og Palli Púður gerði, 1.26.97, ekki mikið á milli þeirra. John McDriddle er að klára sinn hring, koma hérna í gegnum parabóliku. Hvaða tíma setur hann, ekki búinn að innvæla þetta, 1.26.66. Það er mjög góður tími. Jón Brynjar klára sinn hring einnig, reynir að nýta þarna kjölsog frá Palla Púðri, 1.29.83, 0.5 á milli þeirra allra. En mér skjáttlaðist, Palli Púðri komin út á braut, læsti þarna aðeins inn í fyrstu beygju, sáum reykinn hann frá dekkjunum. Og við ætlum að fylgjast hérna með honum á þessum hraðahring. Man nær ekki að bæta sig í gegnum fyrsta tímatökusvæði. Opnar vélina hérna, kemur að Lesmo 1 mjög hraður í gegn í 7. gír. Mjög erfitt að halda bílnum þegar maður er í þetta háum gír í gegnum þessa beygjur. Svo auðvelt að fara allt of vítt í gegnum þær. Það gerir hann á tímatökusvæði 2. Nær ekki að bæta sig heildartíma sinn, en er þarna og hann missir bílinn, fer aðeins og sker beygina aðeins svo mikið. En hann var að bæta tímatökusvæði 2 og við sjáum, mér sýnist Jón Brynjar vera á hröðum hringjarna en er í smá traffík. Það getur verið mjög slæmt fyrir hringinn hans. Það er hann að fara inn í pittin eða hvaða tíma setur hann þá. Hann dýfur sér inn í pittin, traffíkin hefur verið að trufla, en menn munu þá vera að fara sennilega inn að ná í ný dekk, setja aftur eins lítið bensín og mögulegt er og taka síðan mögulega eitt annað stint. Sjáum að Mercedes skúrin er fremsti skúrin, Red Bull næst við hliðina á og svo Ferrari skúrin og Williams skúrin er alveg á hinum endanum. Þannig að þeir eru 3 þarna saman og svo einn alveg hinum einn eiginlega. Held að ef ég man rétt þá er Williams skúrin næst síðasti skúrin og Haas skúrin síðasti eða öfugt. Mjög fínir tímar hingað til. 1.24.74 er virkilega góður tími, en 1.26.66 þetta hlýtur að vera bölvunartími út af sekundubrótunum. Og sjáum þá að hver eru komnir út, Palli Púður og Jón Brynjar sýnist mér vera farnir út. Fylgjast núna með Jón Brynjari í Red Bull bílnum. Sveifla bílnum vel til að ná upp hita í dekkjunum.
gegnum aðra Lesmo beygju. Sjóni og John McDreedill ætla sennilega bara að bíða þangað til að það eru 3 mínútur eftir eða svo og dýfa sér þá á síðasta hringinn. Gott að nýta tímann til að væta sig aðeins, fá sér smá vatnssopa og koma svo ferskur og taka lokahringi sinn. Og þá byrjar Jón Brynjar hraðan hring. Og Sjóni færi sig frá og Jón Brynjar pínu lengi á gjöfina út úr annar beygju. Það er fyrstu beygju í rauninni, þetta er fyrsta beygja. Fyrsta unnu beygja. Niður í 4. gír. Kemur síðan í 7. gír í gegnum Lesmo 1. Niður í 5. fyrir Lesmo 2. Nær hann að setja hraðasta tímatökusvæði 2. Jón Brynjar hefur verið rosalega konsistent í gegnum FN e-sports-deildina. Hann er að bæta sjálfan sig en var ekki að setja hraðasta tímatökusvæði 2. 0,1 hraðari en sinn fyrri tími þarna í gegn. Kemur í gegnum parabóliku og setur hvaða tíma þá fer upp í annarsæti 1:26:30. Nær ekki að skáka við Pallapúður að setja hraðasta tímatökusvæði 2 aftur. Og kemur hérna að parabóliku. Sleikir alveg hérna skerpínu. Þannig að setjur hraðasta hringinn 1:20:022. Langbesti tíminn hingað til. Sjóni út á braut. Lesmo 1 vel tekinn. Kemur svo í Lesmo 2 og fer allt og vítt þarna, fer út í vegg. Nei, hann er búinn. Nei. Hvað vorum við að sjá þarna? Þetta var missir þarna afturendan út úr Lesmo 2. Fer hérna aðeins í sandgrifina og bara smallar honum í vegginn. Þetta er virkilega blóðugt og núna er framvangur á braut, þannig að þeir sem voru á braut þarna gætu hafa þurft að passa sig á framvangnum. Pallapúður búinn að hægja verulega á sér, sennilega út af þessu. Þetta er rosalega vont fyrir Sjóna að geta ekki sett hraðari tíma hana. John McDreedill ennþá inn í skúr. Munum mögulega vera að sjá hann koma út núna hvað á hverju. Jón Brynjar kominn aftur inn í skúr og Pallapúður á leiðinni inn sömuleiðis. Virðist vera að Jón Brynjar sé að gera sig kláran að fara aftur út. Já, er að koma hérna út úr skúrnum. Rétt tæpar 2 mínútur eftir. Þetta er
virkilega sorglegt fyrir sjónvarpsina. Þetta er ein af þeim beygjum sem er erfiðast að taka, auðveldast í rauninni að missa afturendan, fara aðeins og vítt, fara pínu í sandgrifina, þá losnar afturendin rosalega mikið og heila bara sveiflast fram úr bílnum og kastar honum þarna í vegginn. John McDreedle er hættur, hann ætlar ekki aftur út á braut, en Jón Brynjar er að keyra hérna. Palli Púður mun ekki ná öðrum hring þó svo hann myndi fara út núna, þannig að hann er þá búinn. Þannig að það er spurning, mun Jón Brynjar ná að setja betri tíma heldur en Palli Púður gerði? Munum við sjá hann fara niður í 1:19 hérna undir lokin. Kemur hérna alveg á flegiferð inn í parabóliku, niður í 7. gír og er síðan að byrja hraðan hring. Nei, fór allt og vítt þarna, þarf að hætta við. Þá er tímatökunni lokið, Palli Púður mun byrja fremstur með tíman 1:20.022, Jón Brynjar í öðru 1:26.30, John McDreedle 1:26.66. Og ég held að hann hafi bara ekki viljað breyta þessum tíma, þetta er virkilega fallegur tími til að sjá svona. Og Sjóni 1:26.97 eftir að hafa mist bílinn í vegginn út úr Lesmo 2 beygjunni. Þá munum við vera að vinda okkur yfir í keppnina hér í Monza. Skemmtilegt að segja frá því að Sjóni er búinn að taka þátt núna í þetta er þriðja tímabilið hans hjá F1 e-sportsdeildinni, lenti í báðum tímabilunum, fyrri tímabilunum í 10. sæti. Á fyrsta sísoni þá var hann með 100 stig, á öðru sísoni 60 stig og er núna í 14. sæti, þannig að hann hlýtur að hoppa upp 4 sæti og enda þetta tímabil líka í 10. sæti. Annað kæmi mér á óvart. Ef hann myndi hoppa ennþá herra þá væri það rjáluð snild, en myndi samt ekki koma mér á óvart, virkilega góður og konsistant ökumaður. En Jón Brynjar hefur verið þekktur sem Mr. Consistency, sérstaklega í fyrsta tímabili, var bara statt og stöðugt í efstu sætunum og náði þannig að vinna fyrsta tímabil F1 e-sportsdeildarinnar. Þannig að við erum með einn meistara á brautinni. Nú eru bara rétt tæp hálf mínúta í keppnina. Munum vera að byrja á upphitunarhring. Menn gera sig klára hérna fyrir upphitunarhringinn og fara af stað. Sjóni pínu lengi að koma sér af stað þarna, en nær því á endanum. Sjáum þá vera að hita dekkin mjög vel hérna, en ætlum að fá upp smá upplýsingar hérna á skjáin hjá okkur. Sjáum hvaða dekk menn er að byrja á. Það er skylda að taka að lágmarki 1 stopp. Þannig að við munum vera að sjá alla bara á medium soft dekkjum. En Palli Púður og John McDreedle að byrja á þessum mjúku dekkjum og Jón Brynjar og Sjóni á millihörðudekkjunum, og Palli Púður fer mjög vítt þarna, kastar upp þvílíku sandi og drullu á brautina. Eru svolítið gróður hérna að hita dekkin, nota alveg alla brautina og eins og sást þarna á hann aðeins meira en það.
þá eru menn að koma sér fyrir á ráslínu. Menn geta stillt sér pínu skakt á ráslínuna ef það er það sem þeir vilja til að reyna að loka fyrir aðra keppendur, sem og Palli Púður gerir hérna aðeins, er pínu skakkur á ráslínunni. Jón Brynjar disqualified, þannig að hann fær sjálfvirka uppsetningu og þá eru ljósin farin og þeir eru farin af stað. Palli Púður með mjög fína byrjun, Jón Brynjar með frekar slaka byrjun og kom með sjónasjöna í afturendana hjá sér og John McCreadill að komast hérna upp að hliðina á honum en nær ekki að komast fram úr. John McCreadill að gæla við það að bara taka fram úr hérna í gegnum Curva Grande. Gerir það ekki, koma hérna að næstu beygju. Allt snyrtilegt þarna. Sjóni fór aðeins og vítt inn að beygjunni, sjáum þarna það sem að spáð er í pitinu. Þeir sem að byrja á mjúkudekkunum munu vera að fara yfir á millihörðu í kringum, sýndist mér 8. hring. Grunar að menn munu vera að fara inn svona í kringum 5. hring frekar. En farið að myndast svolítið bil á milli Jón Brynjars og Palla Púður. Palli Púður að ná að slíta Jón Brynjar úr DRS-inu frá sér. DRS kemur ekki fyrir ná 3. hring samt sem áður. En Palli Púður setur fyrsta hraðasta hringinn. Jón Brynjar að ná að taka aðeins af Palla Púður þarna, er að komast aftur inn í DRS-sónið hjá honum. En mig grunar að Palli Púður sé að keyra aðeins herra downforce segi ég, og er þar að leiðandi að ná að slíta sig í burtu í gegnum beygjurnar. En Sjóni og John McCreadill aðeins að slást hérna. Sjóni allt og langt í burtu bara í þetta skiptið. Jón Brynjar átti ekki gott exit út úr þessari beygju, missir Palla Púður í burtu frá sér og er komið með John McCreadill alveg upp í afturendan á sér. Eru hérna 3 þéttir saman, Palli Púður bara að hlaupa í burtu með þetta. Ekki mikið að gerast á þessum fyrstu hringjum. Koma núna yfir ráslínuna og þá mun DRS opnast. Palli Púður setur hraðasta hring 1.22.671. Og síðan er alltaf spurning hver mun blikka fyrst, hver fer fyrst inn í pittin. John McCreadill eða Palli Púður verða sennilega annarkvort fyrr að. Mikill hraði hérna á mönnum. John McCreadill er að reyna að halda yfir Jón Brynjar. Fær hér á DRS, nær að loka farlegandi bílinu svolítið. Sjóni að loka því ennþá meira því að hann er svo miklu nær að nota pulsóið miklu meira. Hann er hratt í gegnum þessa beygjur út úr Ascari. Og Palli Púður var að, hvað var að gerast? Ég næði ekki að hoppa yfir. Mistum af einhverju sem að Palli Púður hefur farið eitthvað og víttið eitthvað. Það er að reyna að sjá hvort hann sem er brotinn framvæng. Virðist allt heilt hjá honum. Hann fer samt inn í pittin. Núna verður hann bara að taka millihörðudekkin og keyra eins og enginn sem morgundagurinn til þess að reyna að ná þessu upp. Þetta hefur verið ansi blóðugt.
kemur hérna snöggt og gott pitstop. Munum fylgjast grannt með því hvar hann mun vera þegar að hinn pitstopin klárast. Jón Brynjar heldur þar alveg fyrsta sætinu hérna. Samt með John McTreadle á eftir sér. John McTreadle á mjúku dekkjunum og þar alveg sneggri á þeim dekkjum samkvæmt lögmálum dekkjana í Formúlu 1. Komin hérna, hann alveg við hliðina og hann ætlar að dýfa sig. Hann dýfir sér þarna í gegnum þetta virkilega snyrtilega gert hjá John McTreadle. Og kíkjum hérna aftur á þetta. Kemur hérna, sveigir sér fram hjá rétt áður að koma að og virkilega flott og snyrtilega gerð dýfa. Svo koma þeir hérna, John McTreadle dýfir sér inn í pittin. Sjóni ekki nógu nálægt til þess að gera allu inn í fyrstu beygju. En hvar mun John McTreadle koma út miðað við pallapúður? John McTreadle byrjar að keyra úr pitboxinu, kemur þar alveg vel fyrir framann pallapúður út úr pittinum. Hversu langt munu Jón Brynjar og Sjóni sinni keyra á þessum millihörðudekkjum? Munu þeir fara 8 hringi eða munu þeir vera að dýfa sig núna inn í pittin og reyna að keyra hratt? John McTreadle 5 sekúndum á undan pallapúðri. Enginn komið með neina refsingu ennþá. Og Jón Brynjar virtist vera á leiðinni inn í pittin. Spurning hvort hann hafi verið að reyna að blöffa Sjóna að það reynir að loka innri hliðinni. Virkilega góður varnarakstur hjá honum og passar það að það engin leið fyrir Sjóna að komast fram hjá honum. Sjóni alveg í afturendanum á honum, en það spurning hvað hann mun gera inn í Curva Grande. Brynjar lokar allri innri hliðinni þarna, en Sjóni að líta að utanverðina mun mögulega reyna að stinga sér hérna. Nei, bakkar út úr því. Pallapúður að setja hraðasta hringinn, að saxa á forskotið sem að John McTreadle með. En hversu lengi getur Jón Brynjar haldið Sjóni fyrir aftan sig þegar Sjóni að fá DRS og Jón Brynjar ekki að fá hvorki kjölsól né DRS? Sjóni með afturhænginn opinn í hérna, allt og langt í burtu til að gera allugu hérna. Halda sér í gegnum Ascari. Og Sjóni aðeins að missa Jón Brynjar frá sér í gegnum parabóliku. En hversu mikið mun DRS-ið gefa? Sjáum hérna hvað hann nálgast hratt. Að nota kjölsvæði bara allt og langt í burtu þarna. En gott samt að hann sé hann að halda í DRS-ið hjá honum sem að mun náttúrulega toga hann áfram. Hann ekki að missa hann frá sér. Munum mögulega sjá annan þeirra að dýfa sér inn í pittin hérna. Pallapúður að setja aftur hraðasta hring. Að keyra eins og enginn sé morgundagurinn. .6 á milli þeirra. Meiri 0,4, 0,3 allt og langt frá til að þess að taka dýfu. Hvað gera? Nei, hann hætti við dýfuna. Var aðeins að skoða, sjá hvort að Jón Brynjar myndi reyna að loka á innri hliðina sem myndi þá hægja á Jón Brynjari í gegnum beygjuna sjálfa.
Komum síðan hratt að parabóliku 0,2 á milli þeirra. Ef að Sjóni nær að halda þessu þá gæti hann flogið fram úr honum með DRS-ið á beinakaflanum við það. Opnar afturvænginn. Alveg þétt fyrir aftan hann. Og nær hann þessu, nei. Jón Brynjar tekur þarna innri línuna og passar að Sjóni nái ekki neinu. Halda stöðu út úr fyrstu beygju. Þannig að segja hann hérna að Lesmo 1. 0,3 á milli þeirra. Jón Brynjar nær aðeins að slíta sig frá þarna, en núna þarf hann að halda sig snirtilegum, þannig að hann missar ekki nær að gera þetta snirtilega. 0,5 á milli þeirra, þá nær Sjóni ekki að loka nógu mikið til þess að komast í dífu eða hvað. Nei, hætti við þarna endalaust að skoða, en bara ekki nógu nálagt. 0,2 þegar þeir eru að koma núna að parabóliku, komið niður í 0,1. Jón Brynjar hefur ekki nógu góðu exiti og Sjóni fær DRS-ið, var seinni yfir detection-línuna. 0,07, 0,1, 0,075 og hann farinn fram úr. Sjóni gerir þetta snirtilega. Jón Brynjar situr bara eftir. Gat ekkert gert þarna til að verjast. DRS-ið svo óboðslega öflugt hérna. En þá eina í stöðunni að halda í við hann. Og spurning hver mun dýfa sér inn í pittin á undan. Þeir eru báðir búin að keyra alla keppnina á þessum millihörðudekkjum. Sjóni að stinga Jón Brynjar hérna af út úr fyrstu beygju og kominn út, búin að slíta hann úr DRS-inu áður en þeir koma af þessum trikki beygjum. Jón Brynjar ekki að fara að fá DRS hérna eftir Lesmo beygjunar. Orðin bara kominn allt og langt frá honum. 1,1 núna á milli þeirra. Núna má Sjóni ekki gera nein mistök. Bara dýfa sér inn í pittin, taka mjúkudekkin og keyra restina af keppninni eins snirtilega og hægt Var John McDreadle á bestu strategíunni? Það munum við sjá innan skams. Sjáum það að koma út úr parabóliku. Jón Brynjar dýfur sér inn í pittin. Hefði mögulega örlítið og mikið á sér þarna inn í pittin aðeins og snemma. Tekur þarna mjúkudekkin undir og tekur á stað. Hvar kemur hann út? Nær hann að koma út á undan John McDreadle eða fyrir aftan hann, nær hann þá að koma út á undan pallapúðri eða ekki. John McDreadle farinn framhjá. Og nær hann að koma út á undan pallapúður? Nei, pallapúður að komast fram úr honum hérna. Eftir mistök á mjög snemma í keppninni. Pallapúður að læsa rosalega hérna inn í fyrstu beygju. Jón Brynjar þarf að passa sig, dekkin ekki alveg á kjör hitastigi. Hann á að hita upp í dekkin og byrja að saksa á forskotið, komast í DRS-rangeið. 1,1 á milli hans og pallapúður. Og hann kominn inn í nógu nálægt. Nei, missir hann aðeins út frá sér út úr þessari beygju. Jón Brynjar með aðeins slakara exit út úr Lesmo beyjunum. Sjóni kominn inn í pittin. Nær hann að koma út á undan Jón Brynjari. Sjóni að koma út úr pittinum núna. John McDreadle kominn í nær fram úr honum. Pallapúður
nær ekki að koma á undan Sjóni komin upp í annarsætið, John McTreadle komin í fyrsta sætið með 2 sekúndna forskot og Palli Púður að reyna að komast fram úr hérna nær því ekki í gegnum Curva Grande. Svolítið að læsingum hérna inn og út úr beygjum og Palli Púður aðeins að missa afturhendan hjá sér. Er samt með DRS núna á Sjóni á mjúkudekkjunum en er búinn með ERS-ið sitt. Palli Púður búinn með ERS-ið sitt en Sjóni er að hlaða líka. Sjáum það á blikkandi rauða ljósinu þarna fyrir framan hann. Jón Brynjar er ætlar að reyna að stinga sér hérna eða hvað. 0,1 ekki nóg nálægt. Hægi bremsar snemma. Mun þá reyna að koma hratt út úr beygjunni. 0,2 fær nær betur út úr beygjunni heldur en Palli Púður gerir með afturvænginn opinn. En þar sem að Palli Púður með afturvænginn sinn opinn, þá nær hann ekki að komast sér í stöðu. Palli Púður að taka dífuna hérna inn í beygju 2. Nei, Sjóni nær betra exiti út úr beygjunni sjálfri. Hlið við hlið hérna í gegnum Curva Grande. Palli Púður er með innri línuna inn í næstu beygju, komið fram úr. Það er snerting á milli þeirra, en Sjáum hérna aftur, svolítil snerting hérna. Þeir eru hlið við hlið hérna alla leið í gegnum Curva Grande, inn í Roggia beygjunar og kemur síðan snerting þarna. Þetta er vont. Sjóni lendir í óhappi í tímatökunni og lendir aftur í óhappi þarna. Vonandi er framvængurinn hans í lagi. En Jón Brynjar þéttur á eftir Palla Púðri. Við erum að koma inn í síðasta hringinn hérna. John McTreadle með mjög holla fórustu. Brynjar svo óbóðslega langt á eftir, búinn með allt ERS-ið sitt. Palli Púður aðeins að læsa þarna, en Jón Brynjar með rosalega lélega aðra beygju og missir þar að þetta Palli Púður rosalega langt frá sér. Þannig að hann er ekki að fara að ná að koma sér í forskot koma sér fram úr honum nema að Palli Púður geri einhver mistök á þessum hring. Og ef að menn halda sér snyrtilega allan þennan hring þá er þetta loka niðurstaðan. Enginn að fá DRS, enginn að sækja að og því þurfa menn núna bara að pæla í því að passa að ekki skera neina beygjur, ekki vera að fá neina viðvaranir til þess að mögulega vera að fara að fá einhverjar refsingar sem að það er ennþá þétt á milli manna. Og sjáum þá John McTreadle vera að koma yfir línuna, taka fyrsta sætið, Palla Púður annað, Jón Brynjar tekur þriðja sætið og Sjóni endar í því fjórða, en það þýðir það að líkt og við komum inn á hérna í upphafi þá mun vera öfug rásröðun í næstu keppni sem þýðir það að Sjóni mun byrja fremstur, Jón Brynjar annar, Palli Púður þriðji og John McTreadle fjórði. Virkilega flottur og þéttur kappakstur allan tíman hana. Sjáum hana Ferrari mannin stökk upp á pallinn. Virkilega ánægður með þessi.
Já, og niðurstaðan þannig að John McDriddle í fyrsta, Palli Púður í öðru, Jón Brynjar í þriðja, Sjóni í fjórða og Palli Púður nælir sér í auka stig fyrir hraðasta hring. Þannig liggur þá staðan John McDriddle með 25 stig, Palli Púður með 19, Jón Brynjar 15 og Sjóni með 12 stig. En við munum þá vera að færa okkur yfir í reverse grid á Red Bull Ring. Og stillum síðan upp gridinu hérna. Þetta var ekki alveg rétt hjá mér. Og þá ekkert að vanbúnaði og munum við því vera að henda okkur inn í næstu keppni. Og sjáum hvort það sjáu það að ég hafa verið að blikka á þarna, ekkert að fylgjast með því. Já, þá eru menn að græða sig hérna. Þá eru menn að velja sér setup á bílana og munum vera að fara af stað innan mínútu eða svo á upphitunar hring. Og þeir sem að lenda í fyrstu 3 sætunum hérna munu vera að fá að fara í GT Akademíuna að prófa nýja formúlubílinn í iRacing. Munu sem sagt vera að fá gjafabréf til þess að geta prófað nýja formúlubílinn. Ef þú ert ekki inn á F1 Íslandi á Facebook, þá mæli ég með að kíkja þangað inn margt merkilegt sem að tengist Formúlu 1 sem að kemur þar inn, ásamt því að margt sem að tengist F1 e-sportsdeildinni kemur þar inn líka. Mæli eindregið með að kíkja inn á F1 á Íslandi á Facebook. Og þá eru menn að fara í upphitunar hring. Sjóni að starta fremstur núna þar sem hann endaði í 4. sæti, Jón Brynjar 2, Palli Púður 3. og John McDriddle 4. Þetta einstaklega vel þekkt braut einnig og mikið keyrð hjá unnendum F1 22 leiksins, já bara fyrri F1 leikja. Þar sem að stutt, auðveld, þægileg braut til að henda sér í bara svona upp á smá gamanið.
Þá eru 5 ljós komin, ljósin hverfa og við þurfum að bíða örlítið lengur og þeir eru farnir af stað. Sjóni með frekar gott start hérna, en Jón Brynjar ekki nógu gott start. Palli Púður að ógna honum hérna, komið fram úr í gegnum fyrstu beygju. Og Sjóni virkilega að gera þetta virkilega vel hérna. John McTreadle að stinga sér að utanverðinni, nær því ekki, en er samt mjög nálagt hérna Jón Brynjari. Og ekki nógu nálagt til þess að taka neinar dýfur. Byrja frekar hægt og rólega. Sjáum hérna að spáð er því að menn munu vera að fara inn á 7. til 11. hring ef þeir byrjuðu á millihörðu dekkjunum. Sjáum hérna dekkjavalið hjá mönnum. Sjóni og Palli Púður byrja á mjúku dekkjunum. Jón Brynjar og John McTreadle á þeim millihörðu. John McTreadle að taka Jón Brynjar hérna að utanverðinni. Jón Brynjar að svara fyrir sig en nær bara ekki nógu góðu exit út úr þessari beygju. Er því búinn að missa John McTreadle fram úr sér. En meðan að John McTreadle og Jón Brynjar voru að slást þarna eru Palli Púður og Sjóni að komast í burtu frá þeim. Þarna getur verið bara slagurinn að segja til sín eða þá að menn eru með mismunandi setup á bílunum. Þetta getur líka bara verið dekkjum. Við sjáum það að þeir sem að byrja á mjúkudekjunum eru saman þarna og millihörðu eru saman. Margt sem að gæti þarna spilað inn í Jón Brynjar er að ná að halda í við John McTreadle og mun vera að fá DRS á hann á næsta hring, en það mun Palli Púður hins vegar vera að gera líka á Sjóna. Palli Púður setur hraðastan hringinn hérna. John McTreadle tekur hann 1.07.977 og þá fær Palli Púður DRS. Mun hann reyna að fara að innanverðu eða utanverðu, fer hérna að utanverðinni sem að verður innanverða fyrir næstu beygju. Gerir þetta, klára þetta virkilega auðveldlega, lokar á Sjóni fær hins vegar DRS-ið á móti. Jón Brynjar að komast fram úr John McTreadle, nær því ekki, en Jón Brynjar er komin aftur fram úr þar sem að hann fékk DRS-ið á þessum kafla. Vorum með hérna nokkra flotta framúrakstra, kíkjum eldsnögt á þetta aftur. Eða ekki. Fylgjumst þá bara áfram hérna með Sjóni að halda þétt í við Palla Púður. Palli Púður með Sjóna DRS-ið opið hjá Sjóna. Hann er bara allt langt frá en nær að loka bílunu eitthvað hérna. Ekkert teljandi samt sem áður. John McTreadle þéttur í Jón Brynjar hérna. Og hérna. Og kominn hérna með mér er hann Aron Óskarsson. Komið sæl og blessu. Sælir. Gerir allt í fulli gangi. Það brjálega að gera. Búið að vera frábær kapastur hingað til. Eins og svo oft áður í Formule 1-deildinni á Íslandi. Bara algjör snill. Háklassa kapastur í gangi hérna. Hvað er okkur sé ég 4 keppendur? Það eru bara 4 keppendur í kvöld. Já, í kvöld? Já. Ok, það er ekki vanalegt fyrir þessa deild. Nei. Vanalega erum við með 20, kannski 14 til 20. Já. Og oftast 20, mjög nálægt því. Já. Þetta var svolítið öðruvísi. Þú er allir saman og allir veikir eða hvað gerist?
Einn er á Ítalíu, einn á leiðinni heim til Húsavíkur. Þannig að það er svona, menn ekki alveg tilbúinir í að taka svona gott kvöld á Formule 1, en John McCreadle hérna kominn nálægt Jón Brynjari. Sækja. Afturvængurinn opinn. Pallipúður Sjónni Jón Brynjar og John McCreadle. Sjónni, ég þekki þetta nafn ekki neitt, ég hef ekki séð Nei, þetta er breytt nafn frá Brainpower. Þetta er breytt nafn frá Brainpower? Yes. Ok. Þetta er sem sagt réttu nafni sem allir þekkjan, Brainpower. Alright. Hæ Brainpower. Og sóknin hjá John McCreadle hún að ganga ágætlega, en hann er samt ekki að sækja neitt mikið meira heldur en síðast þegar við töluðum það. Nei, en merkilegt nokk er að Pallipúður startaði þriðji og er núna komið fyrstur. Og allir eiga eftir að stoppa. Já, allir eftir að taka pitstop. Já. Og er núna komið með alveg 2 sekúndur á Sjónásina og 3,5 á Jón Brynjar fyrir stopp. Þannig að en Pallipúður og Sjónni eru báðir á soft, þannig að mikið rétt. Þeir eru náttúrulega, það er kannski ástæða fyrir að þeir eru núna í fyrsta. Það er allavega sennilega ástæðan af hverju þeir eru búin að ná að slíta svona vel frá. Já. En síðan gæti líka verið að þeir sé að keyra lágt downforce og eru þar alveg að komast miklu hraðar á þessum beinu köflum. En svo við sjáum hérna, Jón Brynjar nær að loka bilinu aðeins þegar hann er að fara í gegnum beyguna, sem að bendi til þess að hann sé sennilega með hærra downforce. En síðan á beinuköflunum þá eru þau bara að stinga þá af. Þannig að það gæti verið þar líka. Það gæti verið það líka. Kannski bara samanspil af þessu tvennu, að vera með low downforce og vera svo á mjúkudekjunum, er bara að skila þeim svona. Það gæti alveg vel verið. En John McCreadle er bara ekki að ná að komast fram úr Jón Brynjar aftur. Nei, hann bara sækir en kemst ekki neitt. Er núna sannlega, held ég, næstónum heldur hann hefur nokkuð tíma verið hingað til síðan að Jón Brynjar fór fram úr honum. Hann halda rönni hérna, nei, eða hvað, hann er Hann samt tekur, hraða. hann á eftir að taka dífuna. Það kemur dífa. Kemur inn á hægri. Já, nær dífuna. Lokar hérna aðeins innanverðina. Nei, Jón Brynjar kemur undan með bitun við. Jón Brynjar í slætinu. Jón Brynjar er með DRS-ið hérna. Það er bara þarna guludekjarum, já. Og byrjar einmitt hérna síburtu. Við ætlum að kíkja á þetta aftur. Sjáum hérna, Jón Brynjar lokar. Nei, John McCreadle lokar innanverðinni, en Jón Brynjar er bara svo grófur og tekur ytri línuna, fær DRS-ið og stingur hann af. Þetta er svo skemmtilegt við formúlubíluna, þeir geta bara farið, sko. Replay? Það er replay. Við erum að skoða þetta betur fyrir deildina. Já, ég veit hvaða bítis þetta er, sko. Þetta er bara svona, en þá fáum við ekki sko replay innan og leið, við getum ekki Nei, view. Nei, en þetta dugur á til, sko. Þetta er nefnilega mjög sniðugt líka, sko. Þetta verður komið fyrir næstu settingu. Pallipúður og Sjónni, þeir sem að byrja á mjúkudekkunum eru komnir inn í pitin. Pallipúður komin á mjúk, Sjónni komin á millihörð. Komin á millihörð, já, fyrir ekki. Sjónni, já, líka, millihörð. Hérna við John McCreadle fram úr. Hoppum þá yfir á vitlausan bíl. Hoppum þá yfir á Jón Brynjar hérna, sjáum nær hann að svara þess á næsta DRS-kafla. Ég er alveg þéttur, nær ekki nógu góðu exiti, nær að opna afturvænginn, en þetta er bara svo stuttur DRS-kafli að það gerir eiginlega ekki neitt, sko. Hann er mjög stuttur. Þannig að En maðurna, ef að sá sem er undan, klúðrar beinu bara pínlítið. Já, bara þá er þetta þín beygja, þá er restina af kaflanum fyrir því, sko. Það er bara ekkert mál að taka fram úr þetta, en svo lengi sem hinn nær ekki fullkomnu exit út úr þeirri beygju. Akkurat, og það er líka, sko, þessi beygja er í halla og þú ert líka að koma upp brekku, þannig að það er rosalega auðvelt að missa bíl. Já. Þannig að menn þurfa að vera virkilega, fljótur að hugsa, fljótur að bregðast við. Það var eitthvað sem þarf í þessa bíla, það var það að vera fljótur að bregðast við allavega. Alveg einstaklega. Og Jón Brynjar með afturvænginn núna, loka bílinu svolítið en ekki nógu mikið. Spurningin er, náði hann nógu góðu exiti hérna, náði allt í lagi exiti, en hann er ekki nógu nálægt til að taka dífu hérna. Allt og langt frá. Já, þetta dugar ekki til, en spurningin er, hvar kemur hann út úr þessari beygju? Hvernig hann náði að loka bílinu svolítið út úr beygjunni, en er samt og langt frá. Þetta er spotti sem að tegist á alltaf þegar það koma þarna út, en aftur smá svona hérna.
Ég hef keppt mikið á þessari braut í hinum af þessum leikjum. Já. Þetta ennþá mín einn allra uppáhalds braut. Red Bull Ring bara, ég held að þetta sé bara klassisk braut í dag. Alltaf gaman að keppa á henni. Einmitt líka, við vorum einmitt á Monza þarna áðan. Já. Geðveik braut. Já. Ég mæli líka með, ef að fólk ekki búið að prófa það, að ná sér í Assetto Corsa, held competitive zone frekar heldur en venjulega, og prófa að keyra gamla oval circuitið á Monza. Það geðveikt. Keyra allt óvalið og allt saman. Já. Þú getur keyrt á gömlum formúlubíl næstu í flatt át allan tíman. Það geðveikt. Þá eina var Við erum með dífu hérna. Jón Brynjar með dífuna inn í T1. Þetta maður getur hérna ekkert John McTreadle er miklu sneggri að svara þessu. Getur þú gert eitthvað? Nei, hann ennþá. Og já, Jón Brynjar náttúrulega með DRS-ið út úr þessu, þannig að en núna fær John McTreadle DRS-ið og mér langar ekki ít á replay taka. Hvað gerist ef ég ít á replay? Missum af einhverju eða? Nei, kannski. Hann er ólangt frá. Þá ætlum við að sjá hvort við náðum þessu eða hvort við vorum óseinir. En sjáum hérna að ekkert að gerast. Ég var allt og seinna ít á takan maður. Já. Spennan svo mikil. Allt og mikil spenna í þessu. Útfæran að taka einhvern veginn öðruvísi, þannig að við getum ítt á takan og svo bara ítt á replay þegar okkur dettur í hug. Já, eiginlega. Það bara til einhverja svona klippur. En við munum sennilega vera að sjá það að fara að dýfa sér inn í pitti núna, 9 hringja gömul dekk. Já. Annar á örugglega, nei. Sennilega þá næsta hring og mun taka sér svona 7 hringi á mjúkum dekkjum. En segð mér, sko, að taka pittin, ég veit hann er stuttur þessi pittur og allt það, en 10 sekúndur, 8, 9, Þeir eru að fara að stinga það af, sko. Ekki? Ég held að Pallibúður sé að fara að stinga það af, sko. Ég með að Af því að, sko, hann var 13 sekúndum á eftir þeim þegar hann kom út úr pittinum, sko. Og hann var einhverjum 3 sekúndum á undan þeim áður en hann fór í pitt. Já, einmitt. Þannig að það, já, ég skil. Þannig að við erum að tala um svona cirka bara 15 til 18 sekúndur tapað. Einhvers staðar á því bili. John McTreadle að gera lítið hérna, ná að gera lítið hérna nema bara að halda í þann. En núna það ég sína þér eitt. Sérðu hérna gula kassan hérna, sem að segja 60%. Já. Hoppum yfir á, leið og ég get hoppað yfir á Jón Brynjar. Ég ætla að sína þér þetta eftir smá, geta aðeins. Hoppum yfir á Jón Brynjar, hann er bara með 17%. Þetta er raforkan sem að þeir geta nota til þess að fara aðeins raf. Og þeir stjórna því algjörlega eins og í svona cirka bát. Hvenær þeir kveikja og slökkva eða? Sko, það er alltaf smá þeir eru báðir að dýfa sér inn í pittin þetta. Við erum að spjalla svo mikið að við missum alltaf af einhverju. Já, það er góðlega. Þessi fólk sé sama skjá og við, sko, þannig að þetta er alltaf. Já. Þetta sem þeir geta ítt á takkaðan til þess að fá aðeins meiri hraða. En það er alltaf að leka smá út. Já. Og séðan þegar þeir eru að bremsa þá, sem sagt, næra hann aftur aðeins við. En eru þó 2 stillingar þarna, eða er bara push to pass, eða hvernig er þetta virkað hjá því? Sko, þetta heitir semast, takkin heitir semast overtake button. Þannig að, þú veist, það er alltaf að leka rafmagn og þú endurhliðar alltaf rafmagn. Síðan þegar þú ert komin nálægt bíl, þá getur þú ítt á overtake og þá færðu þetta speed boost, smá speed boost. Já. En þú getur líka notað þetta til að verjast. En ef þú ert fremri bílinn og bílinn fyrir aftan þig er með DRS, þá getur þú notað þetta til að reyna að stinga hann af. Passa að hann komist ekki fram á þess. Já. Þannig að þetta er svona. Og það er bara, maður ítir bara á taka. Maður er ekki að stilla á Mode 1, Mode 2, Mode 3. Nei, það var í F1 2020. Já. Þá gastu stilt, sko, sem sagt, non-low, medium og svo overtake. En núna er þetta bara, hann er bara í rauninni á medium og svo overtake. Eins og með, held að það hafi verið 2019 sem var síðasta leikurinn þar sem þú gast fikta í eldsneytinu. Og núna er það bara alltaf á standard nema þessi öryggisbíl, sko. Já. En lítið að gerast núna í kappakstrinum. Svolítið mikið bil á milli bíla. Ef að menn eru að horfa á þetta, en að hægja þess á okkur þannig að við fáum að horfa á eitthvað. Þú getur ekki sett út öryggisbíl. Hvernig væri það? Það ítaði taka hana. Það væri geðveikt ef við værum komið með eitthvað þannig function í þetta. Já, allavega bara svona virtual safety car bara sem maður getur sett út. Já, bara þú veist svona hægið aðeins. Þetta vantar í alla leiki. Þetta vantar í iRacing og alla leiki sem ég veit um. Það er öryggisbíl en hann er þá út í 3 hringi, punktur. Já. Það er vonlaust mál. Það er það, sko. Eða sko, kosturinn samt við formúluleikinn er það að þú getur aldrei klárað undir öryggisbíl.
hann fer alltaf inn þegar það eru minnst 5, eða semst mest 5 hringir eftir. Ok. Hann fer aldrei lengra en það. Þannig ef það kæmi út núna á 14. hring, þá fær hann aftur inn á 15. hring. Ég skil. Já, hann myndi bara aldrei... Já, nei, hann fer semst aldrei en 3 hringir, já. Ok, það er 17. Já, ég var að hugsa semst 15 og sagði síðan 5. Að þú veist, á 15. hring þá myndi hann koma inn, sagði síðan bara 5, skiljum. Nú erum við farin að reikna of mikið, sko. Allt Ég get ekki gert um mikið hugreikningi. Já, við komum inn, þetta er 14. hringi sem þú segir, 4 hringir eftir. John McDriddle er að loka rosalega hratt bilinu. Pínu óþægilegur út úr þessari beygju. Já. Og Jón Brynjar aftur og ná að stýta sig frá honum. En Jón Brynjar akkurat núna er í sama sæti og hann kláraði í Monza. Palli Púður kláraði í 3. og er núna í 1. Johnny kláraði í 4. og er núna í 2. Það er að reikna saman. Nei. Sem þýðir það að John McDriddle kláraði í 1. sæti í Monza og er núna í 4. sæti. Sem þýðir það bara að Palli Púður er að vinna akkurat núna. Já, mótið. Já. Ok. Og hvað verður að kerra það sem í heildina Þetta er 3 keppnir? Þetta er seinni keppni. Við verðum bara 2 keppnir. 2 keppnir. Og við ákvaðum að gera það þannig bara því að F1 hefur verið að stríða okkur svolítið leikurinn. Og við ætlum bara að vera vissir upp á ef það þurft að rístarta lobby eða eitthvað og hafa smá flexibility á þessu. Líka bara ef að menn vilja vera með eitthvað vesen og fara að kæra og eitthvað svona, þá getum við græjað úr því áður en að GTSC tekur yfir. Ég skil. Langar ekki að vera að fara að segja í beinni að grenja, en þú veist. Nei, en En ég sagði það. Meintir. Herra, já, hann er aðeins að minga bilið. Þetta er komin þarna 100 bilið sekundur, 100-200 kannski. Það er að tegja 200. Hann er alveg að komast inn í DRS-ið á honum aftur. Það væri gaman að sjá hvort hann næði nú að tróða sér fram úr honum í síðasta hringnum. Við vorum að horfa á Reykjavík International Games Multiclass Masters keppnin áðan. Já, ég horfði aðeins á það hjá þér. Endirinn á einu sessjónu þetta Mustur alveg bara að ruggla, svaðalegur kappastur í gangi. Þetta var bara... Það var einmitt svona að sogaðist niður 2 sekundur bara síðustu 2 hringjanum allt í einu og hann nær fram úr. Þetta var geggjað. En nú erum við að horfa nákvæmlega saman að gerast. Við erum á string 16, John McDriddle í 4. sæti og hann er búinn að minga tíman gríðarlega mikið. Hann er kominn í DRS. 7 í DRS-ið inn á fyrstu beyguna og nær hann hraðanum hérna út. Já, hann er fínum hraða hérna út. 0,6, 0,5. Jón Brynjar er ekki með neitt rafmagn. Við sjáum á rauða blikkandi ljósinu. Rauðandi blikkljós. Þýðir það þetta aftan á bílnum? Það er það sem að það þýðir, nema í rigningu. Ég var einmitt að segja, ég held að þetta væri bara þokuljós og það er bara rykst í takkana eitthvað. Nei, þetta semast, þegar það er engin rigning þá þýðir þetta, ég er búinn með rafmagnið, taktu fram úr mér. En heyrðu, Jón Brynjar var líka með DRS. Hann náði DRS á sjónvarpssjónaranum. Heyrðu, bara bím. Heyrðu, við gætum verið að fara að fá eitthvað svakalegt, við gætum þurft að fara í sprintkeppni þetta. Ef að John McDriddle nær fram úr bæði Jón Brynjari og sjónvarpssjónana, þá erum við að fara í sprintkeppni. Það er svolítið. Á milli Það myndi vera jöfn stig þá. Já. Ok, við ætlum að vona að það gerist. Þá gætum við verið að fara að sjá úrslitakeppni milli John McDriddles og Palla Púðurs. Það sem að John McDriddle vann hina keppnina og Palli Púður var í öðru. En þá þarf John McDriddle samt að taka hraðasta hring. Sogið, hérna. Tekur dífuna. Hætti við dífuna, nei. Hann hefði átt að hætta við fyrr. Þegar hann byrjaði sá, þetta gæti orðið tæpt. Það hefði átt að líma sig bara í rassinn á honum. Já. Og það hefði nátt betri möguleika en ég er, en mér sýnist hann alltaf bara að sýna mér að ég hafi rátt fyrir mér. Þetta, nei. Jón Brynjar kann alveg að vera utan á. Jón Brynjar, Mr. Consistency maður. Það er oftast sem að það er keyrt á Jón Brynjar, það er ekki Jón Brynjar sem keyrir á neitt. Nei. En Johnny og John McDriddle er náttúrulega liðsfélagar í deildinni. Þannig að það er spurning hvort að Johnny viti það að ef að John McDriddle klári á undan honum, þá gæti það orðið bráðabanna milli hans og Palla Púðurs. Það er spurning hvort að hann myndi bara gefa sætið. Já. Þeir náttúrulega þekkjast utan, þú veist, þannig að það gæti orðið slagsmál á milli þeirra ef hann gerir það ekki. Það er ekki kærumál samt.
Það er ekki eitthvað svona. Það er náttúrulega... Veit bara bremsar að hendi sér út á verður að fela þessu. Sko, það er alltaf vafamál, sko. Já. Aðeins. Jón Brynjar að fá DRS aftur á sjónu sína. John McTreat til að reyna einu sinni en ekki með exit hraðan hinn út. Nei. Og það sem að Jón Brynjar er líka að fá DRS-ið, þá er DRS-ið hjá John McTreat ekki að gera neitt annað nema hann er bara að ná að halda í við hann. Þannig að hann er ekkert að fara að ná fram úr honum akkurat hérna nema ef hann væri með meiri raforku, sko. Síðasti ringurinn. John McTreat á ennþá séns en eins og við höfum séð hérna aðeins fyrir í þessari keppni. Það var Jón Brynjar stöðugur og góður og kann alveg að setja undir pressu. Við erum bara komnir í næst síðustu beyguna. Palli búinn að taka sigurinn hérna og Sjóni að koma yfir endamarkslínuna. Jón Brynjar svo í þriðja og John McTreat tekur fjórða. Þetta var reyndar alveg rosalega lokaringir. Það var mjög spennandi. Ég held að þetta myndi gerast. Ég held að það myndi vera fram úr en það hefði verið rosalega gaman ef við hefðum fengið að fá þarna smá bráðabanna, sko. Já, ég lúmst held með Jón Brynjari, sko. Þannig að já, pínlítið held með Jón Brynjari. Já, ég held að það hafi verið ástæðan okkur hann komst ekki fram á Sjónvarpsins. Það getur verið. Við margoft verið með hérna kommentators-cursi góða. Já, sérstaklega, sko. Ástæða okkur ég vildi ekki að Bahrein yrði í kvöld er að því að það er bara kommentators-kurs braut. Jú, rétt. Það er það. Hún er vá hvað það er rétt. Margoft. Palli Púður, síðasta sísunni. Já. Við kommentators-kursuðum sigurinn af honum. Já, fyrir endan. Ég nefndi Grím á nafn og sekundu seinna snýr hann. Farin út af. Hinrik náttúrulega bara jarða marga, sko. Já, það er bara, ég held að við þurfum bara að jarða þessa braut í dildinni, sko. Kannski. Já, eða bara ekki. Þetta er gaman. Ég hef gaman að þessu. Já, ég hef engin áhrif á mig líf mitt nema bara gaman, sko. Ég ætla bara að reikna hérna eldsnögt út í hausnum á mér. Palli Púður, Sjóni, Jón Brynjar. Sjóni var Brainpower. Það verður erfitt að svissa þessu yfir, maður. Og Gæti orðið tætt. 25... Sjá mann hann að buffa niður stíginn, sko. Við vorum með stók Excel-skjal. Palli Púður er búinn að vinna þetta. Allt, sko. Ha? Palli Púður er búinn að vinna þetta. Það var svoleiðis? Það er bara svoleiðis, sko. Hann er með hérna 26 stig fyrir þessa keppni og 19 fyrir hina keppnina. Þú byrjaði að segja hverju í þriðja seti en eitt svoleiðis, þú bara fer beint í fyrsta seti. Ég bara sá þetta, sko. Okay. Það var ekkert flóknara en það, sko. Ok, ekki mál. Við getum alveg farið í smá suspense á þetta, þú veist, hérna. Það er búið, en það já, ok. Við getum alltaf, hver var í öðru seti? Herðu, má ég sjá, ég er að reyna að reikna í haustum á mig, sko, hvað hérna 9+6 eru. Það er rosalega slæmt að geta ekki gert svona basic starffræði í beinni útsendingum með þér. Nei, mér finnst það ekki slæmt. Ég bara skilji rosalega vel. Ég get ekki gert basic starffræði bara í skólastofu eða neins staðar, sko. Nei, en það líka... Hvað þá í beinni útsendingu, sko? Það er ekki séns ég ætla ekki verið skrítin í framan og... Það er að sína... Þetta er sem sagt verðlaunapenningurinn sem að Palli Púður var að vinna sér inn. Og ekki þú. En hérna, við vorum með gjafabréf fyrir fyrstu 3 já. Í GT-akademíuna. Bingo. Þannig að þeir geta farið að prófa nýja F1 bílinn. Ó já, ég skal bara leyfa ykkur að prófa minn eigin iRacing account þar sem ég geti fengið að prófa hann 2x13 bíl. Hann er stór, fenglegur og hann hossar. Það er alveg að hreinu. Ég læt herminin hossa. Ég hækki í herminu fyrir ykkur og læt hann hossa ekstra mikið. Þau geta hort á þetta hoss hjá honum inn á Instagram-reikningnum mínum. Þar sem að... Nei, ég taggaði því það. Já, það kannski vissi ég á því en ég er bara búinn að gleyma því. Sennilega. Það er standard. Mjög líklegt. Standard hér. Já. En já, endilega, og við erum líka komið 3 ný stýri, 3 ný rim, sko, sem eru geggjuð. Það er með svona ljósum, svona shift lights, þið sjáu í hvað sætið eruð eða hvað sem þið viljið. Þið getur breytt upplýsingum sem eru á litlum skjáum líka og það koma svona, þegar þú læsir bremsunum, þá koma rauð ljós hægra megin og vinstra megin eftir hvort megin þú ert að læsa dekkjunum og sama með spólvörðina, hún koma ljós í stýrið. Þetta er svona formúlustýri meira, geðveikt stýrið og við erum komin í 4 nýja mótora, en bara 3 svona ný stýri. Ég útskýrði þetta fyrir ykkur þegar ég komið og kíkja á okkur. Og þeir eru geggjaðir, þeir eru Waffer S mótorar, eru geggjaðir og svo ef ykkur langar að kaupa gömlu stýrin okkar þá eru þeir líka til sölu. Það er geggjað.
Ef við þá ekki að finna út hver á gjafabrif inni hjá þér. Komdu með það. Herru, þá má ég sjá. Mr. Consistency. Heyrðu, ef að fara í bráðabanna eða? Nei, þetta ekki bráðabanni. Jón Brynjar með 30 stig. John McDriddle með 37 stig. Palli Púður með 45 stig. Og Sjónni með 30 stig. Það er jafnt á milli Sjónna og Jón Brynjars. En Sjónni náði að klára í öðru seti. Sem setur hann ofar. Jep. Þannig að það er Sjónni, Brainpower, John McDriddle, eða Pétur, og Ari Páll, eða Palli Púður. Eiga einu gjafabrif fyrir. Skrifa þetta hann í höfður, látt mig hafa með hann. Það fær nú ekki. Það er að vera á hreinu hverju gjafabrif. Svo ykkur fleiri sem að eigi gjafabrif sem fyrri deildinni. Endilega farið að koma að kíkja á okkur og prófið þetta. Þetta er geggjað. Bara ekki koma mörg í einu. Það getur komið 2, kannski mestalegi. Ég á ekki margar svona æri sem getur sikkar að prófa. Hverju, það var Máni, það var Grímur og ég man ekki hverju voru með gjafabrif frá okkur. Ég man það að það var Máni og Grímur. Já, ég er nú með lista þannig. Já. Ég sendi þér bara hverju hana. Já, úr einhverju fyrri keppni fyrirgefðu það. Já, á síðasta tímabili. Já. Þetta er allt saman hangandi. Já. Þannig að við hefur ekki bara óska Ara Páli eða Palla Púður innilega til hamingju með sigurinn í Reykjavík International Games. Bara að vinna þennan gullpening. Gullfallega. Og já, segjum hann á kámur núna eftir mig. Já, spýta át og púsa þetta aðeins áður en við skilum honum inn. Þannig að, ég vil þá ekki bara segja þetta bara gott heitið og endilega, er ekki Gran Turismo-deildin næst? GTSC að koma inn bara innan skams. Ég ætla að fylgjast með því. Já. Herru, ég þakka þá bara æðislega fyrir okkur og sjáumst síðar. Já, síðar.
Góða kvöldi, kæru gestir, velkomin að skjánum eða að tölvunni, eftir hvað þið eruð, verið öll velkomin. Við erum að fara núna að taka þátt í Reykjavík International Games og næsta dagskrá sem sagt keppni í GT 7. Yes sir, Gran Turismo 7. Og við erum að fara að keppa í kvöld á Daytona Beach á GR3 bílum. Það spennandi kvöld framöndan eins og ávallt þegar menn að keppa í GT 7. Einstaklega leikur, einstaklega skemmtilegt, 15 manns á braut. Já, það bara full lobby, það allir mættir, þeir bara bíða hérna bak við tjöldin. Það voru þrjú kvöld undankeppni. Já, það voru áhuginn á þessari keppni var meiri, það voru fleiri keppinir sóttuðust það að keppa heldur en komast fyrir í lobbyinu. Að sjálfsögðu. Þannig að það voru tímatökur í vikunni sem að úrskurðuðu keppendahópinn, þess að bara hraðasti hringurinn gildi og Final 15 eru hérna á braut núna. Það gaman að segja frá því að, já, kannski við byrjum á því áður en við höldum áfram að það sem við getum mögulega verið með einhverja nýja áhorfendur við skjáinn sem að þekkja okkur ekki. Þó að okkar normal, regular áhorfendahópur kannast náttúrulega vel við okkur. Grípa fram fyrir þér, þú talar um að þekkja okkur ekki. Ég heiti Brynjólfur, ég glemdi að kynna mig. Já. Binni og Guffi hérna með mér hlið, Guffinnur. Yes sir, ég heiti Guffinnur. Og ég kallaði Binni. Guff og Binni við. Þeir sem fylgist með okkur reglulega kannist nú orðið við grímurnar á okkur en svona fyrir ykkur nýju áhorfendur þá GTS Iceland, við erum íslenska mótaröðin í Gran Turismo. Búin að vera starfandi núna í bara rétt tæplega 5 ár. Deildin aldrei verið stærri, aldrei verið sterkari. En þetta já, við erum náttúrulega utan hefðbundinnar dagskrár hérna í kvöld. Það sem eins og þú segir, við erum hérna staddir á RIG, Reykjavík International Games. Í fyrsta sinn fyrir okkur, vonandi ekki það síðasta. Þannig að við erum í kvöld að fara að krýna RIG-meistara GTS Iceland í fyrsta sinn. Já, það bara stórglæsilegt. Það heldur betur veisla framöndan. Og mér langar þá bara aðeins að byrja því að fara yfir það hvað við erum að fara að gera í kvöld. Já. Og svo ég spyr nú bara svona í fyrsta lagi á hvað bílum erum við að fara að keyra í kvöld? Flokkurinn í kvöld kallast í leiknum GR3, þetta í sjálfu sér bara svona sambærilegt við GT3 kappakstursbíla í raunheimum og við erum að sjá alveg ágætis úrval af bílum, komum að því nánar þegar við skiptum yfir í leikinn á eftir. Þetta ekki stundum kallað supercars eða hvernig Nei, það annar flokkur, þetta í raun bara þessi klassíski GT3 flokkur. Þetta blanda af bæði bílum sem eru til í raunveruleikanum og svo líka eitthvað af bílum sem já, ég held að þetta séu allt saman raunverulegi bílar hérna hjá okkur í kvöld. Þetta einn vinsalasti kappakstursflokkur í raunheimum, þar sem hann svona aðgengilegur með við margt annan motorsport. Já, ok, það hann og keppni kvöldsins semst fer fram á Daytona Beach í Florida í Ameríku, ef mann rétt. Jú. Og við erum að keppa svokölluðu road track og við munum keppa í klukkutíma. Já, þetta sem sagt, kveikin að þessari keppni var í sjálfu sér að síðustu helgi fór fram 24 tíma kappasturinn á Daytona sem árlegur viðburður í motorsporti. Og það var í raun, já, það var kveikin að því að setja þetta format, þannig við erum að fara að keyra hérna klukkutíma keppni en tímaröðin í leiknum verður stilt á 24 sinnum, þannig að meðan keppendur keyra í klukkutíma í rauntíma þá mun leikurinn keyra í sólarhring, þannig við erum að fara að keyra í gegnum nóttina, gegnum sólarupprásinna. Og þetta er alltaf mjög skemmtilegt, þannig að við fáum að upplifa 24 tíma í leiknum sjálfum. Já. En þó keppendur sé bara keyra í klukkutíma og það líka samt svona margt sem spilar inn í þegar maður í kappakstri sem hægt að fiffa í sýndarveruleikanum. Vissulega. Og það til dæmis ég spurði hérna 2-3 hluti til að byrja með. Þá hérna, myndi segja mér hvað höldum við með hringafjölda og dekkjaval og svo bensín. Þetta, þú talar um 24 tíma hröðun á tíma. Jú. Það ekki 24 tíma hröðun á bensíni og dekkjum? Það ekki alveg svo hjá okkur. Við keyrum í raun, þeir sem fylgjast með deildinni kannast samtalið við uppsetninguna hjá okkur en við erum að keyra með 6-falt dekkjaslit og 2-falta bensíneyðslu. Þannig að fyrir hvert hring sem þú keyrir í leiknum og þá dekkin að fara 6 hringi og bensíni 2. En þetta mun skila sér í, já það verður alls konar strategíur í gangi. Þetta eins og við keyrum í deildunum að það eru 3 gerðir af dekkjum í boði. Það eru hörðudekkin og það eru millihörðu og mjúkudekkin. Og þú verður að nota á einhverjum tímapunkti í keppninni verður að nota bæði hörðu og millihörðudekkin. Og það alveg undir þér komið hversu lengi þú nota þau, hvenær þú nota þau, svo lengi sem þú farið undir bílinn. Þannig að raun og veru þá þetta alveg eins og við erum að gera þetta aðra hverja viku. Jú. Í GT
deildin okkar. Þetta er bara sama format í sjálfu sér. Formatið sem þannig að það sérst fyrir áhorfendur, bara svo við vitið það, þá sérst allir keppendur skylduir að nota medium og hard deck, að minnsta kosti 1 hring, svo geta að fara á soft og eins og kappakstursunnendur vita, þá náttúrulega softdekkin, þau eru hlutdekkin en þeir skila þér skemmstum tíma í endingu, þannig að þetta er alltaf ákveðin leikur, ákveðin dans, hvað menn gera sko og það verður mjög fórhald að sjá hérna í kvöld hvernig þetta fer. Þetta er svona eins og oft talað í formúlunni og kappakstri yfir höfuð. Þetta er hárhraðaskák. Það eru svo mörg element sem spila inn í. Það er ekki bara nóg að mæta og bomba niður hröðustu hringjunum. Þú þarf líka að hugsa keppnina frá upphæði til enda, hvernig þú ætlar að spila inn út. Já, og fyrir kappaksturinn, eins og við sáum þetta alltaf bara í vetur, í síðasta tímabili í formúlunni, þá var Ferrari með ansi hraðan bíl en voru ekki með nægilega góðan liðsstjóra og sem var til þess að þegar strategía var ekki nógu góð og þetta spila stórt hlutverk í kvöld og hefur gert það á okkar tímabili núna fyrstu tvær keppnir ársins. Byrjaði í janúar fyrir þá sem hafa ekki fylgst með því að hvetja ykkur til þess að fylgjast með því fyrir næsta keppni á morgun. Þessar strategíur að spila mjög stórt hlutverk eins og í heimi. Það gera þannig blóð. Það borgar sig þú þarft að sjálfsögðu að æfa hraðan og ná góðu consistency að vera stöðugar á braut, geta keyrt jafna hringi en þú þarft líka að geta verið með réttu strategíunni því það getur munað heilmiklum tíma á milli réttu og röngu strategíunnar. Já, það munar bara öllu, svo ég tala svona fyrir mína parta að fara eitthvað nánar út í það, þá valdi ég til dæmis í síðukeppni ranga strategíu, ég var semlega hraður en ég valdi strategíu sem var til þess að ég átti ekki séns á nænum árangri og endaði í 11. sæti og í úrvalsdeildinni sem verður keppt á morgun, þá var sigurinn frá því fyrir 2 vikum á undan endaði í síðasta sæti. Já, nákvæmlega. Þannig að það þegar maður lendir að velja ranga taktík, þá voðinn vís. Algjörlega. Þannig að þetta ekki bara að vera hraður, þetta er svona skemmtileg blanda hjá okkur í sýndarveruleikanum að herma eftir heimum að það spilar allt inn í. Já, það það. Við reynum að hafa þetta svolítið fjölbreytt þannig að menn þurfa að spá í hinu og þessu. En núna rétt áður en tímatökurnar byrja, þá kannski Hvenær byrja tímatökur? Eftir 3 mínútur eiga þær að byrja, 20:40, en við ætlaði rétt aðeins að drepa á því að það hérna þessi fallega medalía sem í boði frá keppnisöldurum. Þetta medalía merkt Reykjavík International Games og þetta í fyrsta skipti sem að GTS Iceland hluti af RIG og það verður gaman að fá að krýna hérna fyrsta RIG-meistara GTS Iceland í kvöld. En ekki nóg með það, heldur GT Akademían, þeir eru líka að gefa verðlaun, þeir gefa gjafabréf fyrir efstu 3 sætin hér í kvöld. Þannig að efstu 3 keppinir geta mætt niður í Akademíu eftir keppni eða hvernig sem og fengið að prófa þar líklega fullkomnustu herma hér á Íslandi og þó víða verið leitað. Já, ég mæli sterklega með því að fara niður í Skeifu og fara í GTS í Akademíuna og ekki spurning. Það var raunverulega þar sem ég upprunalega fekk spá vírusinn sko, að keppa í kappakstri. Þetta alveg stórkostleg skemmtun og það þetta ekki dýrt, þetta bara sanngjarnt, þetta gaman og fjölskylduvænt, vinavænt, starfshópavænt. Hann geti ekki sagt þetta bara 10 af 10 sko. Þetta bara, ef þú hefur eitthvað snefil af áhuga af motorsporti eða bílum og hvort þú hefur áhuga en eða ekki, þetta bara alveg frábær skemmtun. Frábær þing, eins og bara að fara í bowling fyrir þá og svo bara kemur ljós hvort þú verður góður bowlingmeistari eða ekki, þá það allavega gaman saman hvernig fer. Og það mikið spenningur hjá mér að mista kosti að sjá hvernig kvöldi fer því að það voru, við tölum tímatökurnar áðan og það var hardbarist, það voru 3 hólf sem menn keppti í og menn fengu ekki að vita hvað þurfti til að komast inn og ef ég man rétt þá munaði sko 0,001 sérst 1/1000 á sekundu á 15. og 16. sæti fyrir kæmist inn og það náttúrulega alveg stórkostlegt að því leiti sko hversu jafnt þetta og hversu áhuginn og ég veit það að víst sem sagt að Jökull Hrafnsson hann átti besta tíman. Hann var hraðastur.
Hann einmitt ökumaður sem hérna í úrvalsdeildinni og það einmitt, við erum með fulltrúa frá öllum 4 deildunum okkar í þessum keppendahópi í kvöld og kemur kannski ekki óvart að það eru flestir keppendur úr úrvalsdeild og þar næst úr fyrstu deild. En síðan svolítið gaman að því að það eru 2 keppendur úr 8. deildinni sem eru báðir nýir í ár. Það bara frábært. Sem að komast hérna í gegnum niðurskurðinn. Það að skila sig kannski það sem við erum alltaf að segja, sko, að allir eiga að taka þátt og hafa gaman að. Þetta frábær félagsskapur, menn eru hittast á braut og spjalla saman á saman tíma. Einmitt. Og við, talandum, ég ætla svona að fá að klára það sem Jökull langar að segja, sko, að ég hef stundum verið að kalla hann hérna Verstappen. Það að segja, hann alveg með gríðarlega hraðan, en hann líka maður sem sko keyrir alltaf á brúninni. Annar maður sem ég vil nefna til leiks hann Davíð Rúnar. Hann maður sem tók svolítið völdin fyrir jól í úrvalsdeildinni. Já. Hann var hraðastur, hann vann fyrstu 4 keppnar, hann var hárspringt frá því að landa 9 meti með að vinna fyrstu 5. Já. Það tókst ekki, en hann tók hausttímabili með glæsibrag og efstur í stórmeistaraslagnum. Mikið rétt. Og hann, sko, svo ég nefni svona, svo erum við Hannes, það fráfarandi Íslandsmeistari. Hann ríkjandi, hann ennþá Íslandsmeistari, ríkjandi Íslandsmeistari. Já, þetta var ekki falla sagt hjá mér. Lít ekki vel út hjá honum að endurheimta titilinn í ár, en hann náði honum í fyrra. Já, ég ætla að biðja Hannes afsökunar að hafa sagt. Hann ekki líklegur sem stendur að minnsta kosti að halda titlinum. En Hannes ríkjandi Íslandsmeistari, Hannes, svo ég nefni svona helstu, hvað segja, usual suspects. Já, svona þessi helstu andlit. Svo Gunni. Ég held samt að sko, við erum eiginlega fallir á tímu þegar hún fara að henda tímatökun á stað. Já. Þannig ef við kannski skiptum hérna yfir í leikinn. Og ég held áfram bara að kynna leikmenni eins og við sjáum það að koma fyrir á skjánum. Ég ætla bara að ræsa tímatökuna hérna núna. Þetta tímataka stendur yfir í 10 mínútur og svo 90 sekúndna viðbóta tími sem að tekur við að því loknu. Þannig að keppendur sem eru byrjaðir á hrings þegar tíminn klárast, þeir geta klárað hann. Og ef með skilst rétt, þá ég að horfa saman hjá því, kæru áhorfendur. Við sjáum það að Guðmundur Orri var hann efstur á blaði og hann sem sagt, já hann hans að bíða, viljum við sjá. Hérna Gunnar, Gunnar Ágústsson, hann var í öðru sæti á hausttímabilinu og mjög sterkur leikmaður, ökumaður. Hann Íslandsmeistari í rally-akstri líka, í sýndarveruleikanum. Já, Gunni mjög öflugur. Og svo erum við Ævar Diego Hjartarson. Hann núna sem stendur í fyrstu deildinni og stendur sér vel að vígi þar eftir fyrstu 2 keppnirnar. Hann var í úrvalsdeildinni og svo það herra Guðmundur Orri. Hann í fyrstu deildinni, hann mættur hérna á Ford Mustang. Gaman að sjá bílavalið. Supran var vinsæl í tímatökunum. Toyota Supra. Já, og svo fyrir maður niður listan. Mér gafst að renna yfir keppendalistan. Það erum með TGR Iceland Maggi. Þetta Maggi Ingolls í Toyota Gazoo Racing keppnisliðinu. Hann á Supru. Herri, já, ég ætla að laga hérna eitt eldsnögt. Já. Gleymdi að slökkva á. Það þessi blessaða lobby músík hérna. Já, þessi skemmtilega tónlist sem við viljum ekki hafa. Nei, við nennum ekki að hafa hana yfir okkur hérna í allt kvöld. Bara slökkt á henni alltaf, Guðfi. Mér er svo gaman að hafa menjutónlistin í gangi þegar ég spila leikinn. Hún skemmtileg. Setjum nú aftur á hann, sjáum hvernig við erum að horfa á. Sjá. Og förum við aftur niður listan. Ég var komin á Magga. Svo Jökull. Hann Jökull á bláum MS bíl. Við vorum búin að covera Jökull hérna áðan, svo það Stebbi, þetta hann Stefán úr opnudeildinni. Búin að koma mjög öflugur inn hérna í ár. Ég þekki hérna aukumenn ekki mikið, en hann búin að gera góða hluti í opnudeildinni og það gaman að sjá nýliða. Algjörlega. Og spennandi að sjá opnudeildina takast af við úrvalsdeildina. Og fyrir niður í annar TGR leikmann, Dodda. Liðsfélagi hans Magnúsar í fyrstu deildinni keyra með Toyota á bak við sig. Þá kemur ekki óvart að ég keyri hérna á Toyota Supra. Og lávarurinn, útskýra það, lávarurinn hann heitir nú ekki lávarurinn. Nei, þetta Valdimar Örn, góðkunningi okkar, hann búinn að vera með okkur hérna bara frá upphafi. Hann hafi komið inn í annar eða þriðju keppni eða eitthvað álíka á fyrsta tímabili. Einn af þessum gömlu kempum. Hann kallar sig lávarurinn, hann heitir Valdimar. Hann heitir Valdimar, eða Valli. Svo komið Davíð Adams. Já, hann hinn maðurinn úr opnudeildinni sem fór í gegnum niðurskurðinn og einmitt eins og Stefán
nýr keppandi hjá okkur í ár. Það eru nokkur ný andlit sem bættist við í hópinn núna á vortímabili og hann er einn af þeim og búinn að koma bara sterkur inn. Hann er Jaguar. Hann er Jaguar. Jaguarinn er nokkuð vinsæll. Já, og svo er Ívar, þetta er liðsfélagan Davíðs Rúnars sem ég myndist á, hann vann hérna haustdeildina. Hann er á Subaru, þeir keyra á Subaru líka yfirleitt, þeir þekkja hann bíl mjög vel. Já, þetta er bíl sem við sjáum alltaf í útsendingunum. Ívar er mitt sigraði síðustu keppni hjá okkur í úrvalsdeildinni. Já, vona hann mjög sterkum í dag. Heldur betur. Já, svo er Gunni, við erum búin að kíkja á hann er fallegt livery sem hann er á. Já, mjög smekklegu bíl hjá honum, virkilega. Hann er líka á Subarunni eins og margir aðrir. Ævar, við vorum búin að covera hann. Þetta er náttúrulega aðeins búið að breytast röðinu hérna eftir að... Svo er það Magnús Árna. Magnús Árna, hann er tiltölulega nýr hjá okkur líka. Hann komst beint inn í fyrstu deild úr tímatökum hérna síðasta sumar og vann sig upp í úrvalsdeildina og er að keppa þar núna, liðsfélaginn er Evu. Keyrir á Corvettu, þetta er svipaði bíl og við erum vanir að sjá hjá hann, flott livery. Já, Beauty and Beast livery. Hannes, vorum búin að tala eitthvað hann. Það er að tala hann aftur, Íslandsmeistarinn. Þetta er ríkjandi Íslandsmeistari. Mætir hérna á Pepsi Max Jaguarnum sínum, virkilega skemmtilegt livery. Og hvenær ætlum við að starta semst á qualifying fyrir það sem eru heima? Hvað er langt í að við byrjum opinberlega á... Tímatakan er byrjuð. Hún er byrjuð? Hún er byrjuð, þetta er tímatakan er í gangi núna. Já. Dimmi er mættir hérna, hann er á Viper, sjáum hann nú ekki oft í grúp 3 hjá okkur. Við áttum eftir að tala Dimma, hann er gríðarlega hraður ökumaður. Hann er mjög öflugur, hann átti bröskugt tímabil hjá okkur í fyrra, en byrjar nokkuð sterkt í ár. Og svo ég þá útskýri að ég skil alveg hverju gangi, það er semst að það sjáum hérna niður í vinstra megin í boxinu, neðst vinstra megin, sjáum við 4.24 núna að líða. Þetta er semst uppteljari upp í 10 mínútur og það er þannig að menn geta keyrt 10 mínútur eins og þau vilja til að setja sinn besta tíma. Ef þú ferð yfir ráslínuna áður en tíminn er liðinn, þá færð að klára hringinn sem að spyrja þar á og hann mun telja. Já, þannig að við gætum séð stöðun að breytast bara á síðustu sekúndunum. Já, það hefur nálega gerst. Bensínnotkun er ekki mikil í qualifying, er það? Nei, bæði bensín og dekk eru hérna, öðruvísi stilt í tímatökunni, stilt á 1x í staðinn fyrir 6 og 2, bara til þess að maður sé ekki að slíta dekkjunum of í tímatökunum. Hérna sittum við nú borð hjá Davíð, þetta er nú eina breytingunum Daytona Beach Track hefur, ég veit ekki hversu kunnuleg hún er fyrir okkur Íslendinga, en þetta var svona óvalbraut lengi vel. Það er þekkt sem óvalbraut úr NASCAR-inu. Það er Daytona 500. Já. Og við erum að keyra á innfieldinu sem er, svo sem hefur verið í umferð mjög lengi líka. Þetta er sama layout keyrt í Daytona 24 Hour keppninni sem hefur verið haldið núna í, ekki hvað lengi, ykkur áratugi. Þannig að það er... Ég er með það er skemmtilegt að segja frá því sko, að þeir ákveða að það var stofnaður klúbbur 54 minni mig sem ákveða að búa til keppnisbraut. 57 keyptu þeir land, byrjuðu á framkvæmdum og það tók 2 ár að búa til þessa braut og fyrsta keppni á sér stað 59. Já. Og þetta var svo vel byggt að þegar þeir endurleggja malbyggi 2010, þá er það bara í annað skipti sem þeir endurleggja. Það er frekar magnað. Þetta er væntanlega þá bara steypt braut og steypan dugar aðeins lengur heldur en malbyggi. Aðeins. En það er alveg magnað að sko á 60 árum, þetta er bara að endurleggja hana eitt skipti. Já, það er skemmtileg staðreynd. Skemmtilegt random fact Daytona, en þetta er braut sem ætti ekki að vera ný fyrir mörgum sem hafa áhuga á motorsporti. Keppt hérna í alls konar kapastri og í kvöld er keppt í grúp 3 í Gran Turismo 7. Tímatakan er langt komin, við erum að detta hérna í 7 mínútur, þannig að menn eiga svona 2-3 heita hringi eftir. Eins og staðan er núna er Davíð Rúnar komið hraðasta hringinn og er hérna 1,5 tíunda á sekundu á undan honum Jökli. Það er engin munur á Jökli og Ívari. Nei, 30.000 og svo Diego. Vá. Þetta svo kemur Maggi hérna í 5. sætið, við erum að tala um halva sekundu frá fyrsta niður í 5. Guðmundur Orri 7., Hannes í 7., Valdimar, betur þekktur sem Lávarðurinn í 8. sæti, Gunni 9., Steppi 10., Davíð að bæta tímann sinn, enn frekar. Davíð bætir ekki sinn í þessum, hann er komið refsingu. Já. Þorsteinn, við glemdum að tala um Þorsteinn hérna þegar við erum að kynna keppindunar. Hann er keppandi í fyrstu deild, meðlimur Biko Racing Arctic
Hann kallar sig Rabufans, Rabufans. fyrir þá sem þekki ekki. Já, og svona já, kannski meðan við erum ennþá hérna í rólegheitum að rétt svona minna á fyrir ykkur áhörður sem eru mögulega nýjir við skjáinn hjá okkur og ekki verið að fylgjast með okkur reglulega, að endilega kíkið í Facebook-hópinn okkar, leitið að bara Gran Turismo samfélagið á Facebook, þá er það umræðuhópurinn okkar, bæði fyrir mótaröðina en síðan er þetta líka bara almennur hópur þar sem við ræðum allt tengt Gran Turismo og svo sem öðrum hermiakstri líka og mótorsporti. Mjög skemmtilegu félagskapur og mæli hiklaust með því að kíkja á okkur þar. Alla daginn, alveg frábært og allir velkomnir og við tökum vel á móti öllum. Heldur betur. Ég ætla bara að segja það aftur, það góð vísar aldrei óátt kveðin að maður hefði verið að þvælast í daily races og leika sig í þessu leik. Þannig til að maður uppgötaði GTS í Æsland og þá bara tók þetta stakkaskiptum í áhuga. Þetta er svo mikið skemmtilegra að vera að taka þátt í svona keppni með Íslendingum, að kynnast fólki og þetta er svolítið svona ein stór fjölskylda. Já, þetta er þannig. Við tölum oft GTS Æsland fjölskylduna. Þetta er mjög samheldur hópur, það eru margir, stór hluti af keppendunum sem voru að keyra með okkur hérna fyrst fyrir 5 árum síðan, eru ennþá aktífir í dag. Það segir sína sögu. Það segir sína sögu og þetta hefur myndast góð vinatengsl hérna milli í þessum hóp. Við sjáum það að Hannes var eitthvað að bæta sig, hann er komin í 7. sæti. Hann er komin í 7. Ívar er búinn að taka annarsætið af hann og Jökli, þannig að Elko og bræðurnir hérna í 1. og 2. sæti. En samt svona vert að minnast á að þó við séum að tala menn hérna sem liðsfélaga og slíkt að þá er engin liðakeppni í þessari keppni. Þetta er bara stök svona one-off keppni ef við getum sagt svo og hefur í raun engin áhrif á deildarkeppnina hjá okkur. En þannig það er alveg það er í nóg að standa hjá keppendum því að nú er náttúrulega 3. umferð hjá okkur í mótaröðinni að bara hefjast á morgun. Já. Þannig að við Binni verðum aftur hérna í stúdíóinu annað kvöld. Fáið ekkert nóg á okkur. Það verður komið til Barcelona. Já. Á mjög umdeildum bíl. Já, bókaflug í nótt frá Orlando beint til Barcelona og verð þar í fyrramálið að fá mig cappuccino. Þetta er svona lítill heimur þegar hann er stafrænn. En Ívar og Davíð, þeir eins og segi, þó þessi liðsfélagar sem minnst á, hann er Gunni ábæði í 3. sæti. Gunni er búinn að bæta sig, Gunni í 3. sæti, 7.000 á undan Diego. Þeir hafa verið náttúrulega, eins og segi, hann Davíð, hann var að dóminera hausttímabili og Ívar er búinn að byrja vortímabili mjög sterkt. Þannig að maður þetta snýst svo mikið þessi sporti með æfingatíma eins og bara í öllum íþróttum. Það er ekkert árangur nema að æfa sig. Það helst alveg í hendur, tíminn sem þú leggur í þetta og staðan þess að þú endar. Ég þekki það vel. Já. Og það er núna, eins og segi, þeir sem fara yfir línuna áður tíminn leið, þannig að tíminn er liðinn, það er komin 10,5 mínúta. Við erum í uppbótartíma núna. Þá er það bara núna eða aldrei fyrir marga. Jökull náði ekki að bæta sig og hann er í 5. sæti. Sjáum að Ævar náði fram úr Jökli, þannig að við erum með... Sem stendur. Það er ennþá einhverjir sem að... Eiga eftir, Jökull er ennþá... Nei, hann var ekkert að klára hring, hann er ennþá á final lap en hann var frekar langt frá sínu besta. Já, hann er ekki að fara að bæta þetta. Nei, hann er 6/10 frá. Hvað er með, kíkjum kannski aðra, Rabu fannst þetta nýtt met hjá sér, hann fyrir 7. Ívar bætti sig líka. En hann heldur þessi ennþá í öðru sæti. Hann heldur sér í öðru, sýnist ykkur sem er byrjað að hægja á sér, þeir sem eru búnir með sína tímatöku, það eru... Guðmundur Orri er ekki á hraðferð hérna núna. Það er ykkur hérna ennþá út af braut. Já, hver er að klára hérna? Magnús Árna er að klára hring. Hann er að heitur hring. Sjáum hvað hann gerir, jú, hann er að klára. Nálægt í, en hann bætti sig ekki, en hérna sjáum við rásröðina. Gefum hérna keppendum 2 mínútna. Menn fá aðeins svona tíma til þess að anda og ákvaða hvað dekkjum við ætla að byrja á. Það er hard, medium eða soft. Það getur skipt heilmiklu máli líka upp á hvar þú ræsir. Það er þess vegna að gefa svona 1-2 mínútur á milli tímatöku og keppni af því að keppendur ætlaði mögulega að byrja á kannski mjúkum dekkjum. Þegar hann ræsir annar staðar en hann gerir ráð fyrir þá geti það mögulega haft áhrif á keppnisplan. Já, það er miklu kappakstri og þá er það að brenna dekkjunum mikið hraðar. Já. En þetta kemur það bara allt í ljós. Skulum rúlla hérna yfir rásaröðina. Það er Davíð Rúnar sem ræsir á ráspól, Ívar í öðru sæti, Gunni tekur 3. sætið, Ævar Diego í 4. sæti, Jökull 5., Maggi Ingóls í 7. sæti, Þorsteinn eða Rabufans í 7. sæti, Ríkjandi Íslandsmeistari Hannes í 8. sæti, Davíð Adams í 9. Virkilega flott hjá honum, Guðmundur Orri 10. Það var einmitt Guðmundur Orri sem að rétt slapp í gegnum niðurskurðin 1.000 á undan honum Inga okkar. Já.
Magnús Árnason í 11. sæti, Valdimar lávarðurinn í 12. sæti, Dimmi 13. Stebbi í 14. sæti og svo Doddi 15. Þannig að þetta Þú ert þarna í engu sæti? ég ræsi hérna Sem lýsandi, þá ertu þarna í heiðursæti? Ég er bara hæstvirtur keppnisstjóri hérna, það er mitt hlutverk í kvöld. Nú erum við bara að fara að ræsa þetta held ég. Og hvernig starta? Er þetta rolling start? Það er grid start. Og false flag? Þannig að þú verður að halda í bremsuna þangað til að ljósin hverfa? Já, þú getur þjófstartað, þannig að það skiptir máli. máli. Heima og átti sér betra á þessu að það ljósin þeir byrtast og svo hverfa þau og þá átt að gefa allt í botn. Ef þú fer of snemma af stað, þá er það tímarefsing eða semst bíllinn fer ekki af stað. Já, og nú erum við að fara að starta þessu. Nú erum við bara að ræsa þetta. Nú erum við að fara að byrja. Það skiptir máli að ná góðu viðbragði og sumir nota spólvörðina til þess að missa afturdekkin ekki út upp í spól. Já, svo þurfum við að taka smá leikfimi hérna til þess að fá rétt sjónarhorn. Já. Leið og kameran fer að breytast. Þannig eru við tilbúinir, 15 braut, let's go racing, sjáum að keppnin er að telja niður. Nú þarf Guffi þarf að gera þetta er svolítið fimmleikar og setja á 3. sæti. Það fylgjast með öllum 5 fremstu. Davíð með gott start, við sjáum að Ævar er mjög flottur startið hérna og við hann er bara búinn að taka annarsætið af Ívari. Já. Davíð hún aftur á móti gjörsamlega eins og rakett á stað. Og að Gunna, Gunni var 3. Gunni var, já, og Hannes byrju, maður sér ekkert hvað er að gerast, þetta er svo stór hópur hérna. Gunni 3, það er eitthvað að gerast þannig að drama, það er eitthvað að út af. Það er aksjón, hvað er í gangi? Hvað er að gerast? Það er heldur betur kássa þarna í fyrstu beygju, þetta er ekki sem við erum vanir að sjá þetta. Hvernig eru Ívar? Það er Þorsteinn sem er komin upp í annarsæti, hvaðan kom hann? Hvaðan kom hann? Þetta var, skrautlegt svo ekki sé meira sagt, þessi fyrsta beygja. Þetta eru slæma fréttir fyrir alla keppendur nema Davíð Rúnar. Já, Davíð Rúnar náttúrulega, hann náði... Þannig gerður að ef hann er forskoti, þá er það íllsækjalegt. Já, það er erfitt að eiga við hann. Hann er að byrja á millihörðudekkjunum, sjá þetta niðri vinstra megin RM, það stendur fyrir Racing Medium. Þorsteinn er í öðru sæti, hann er á Medium líka. Gunni ræsir á hörðudekkjunum, hann ætlar að klára þau bara strax. Það er sjálfur sér ekkert galið því að þú vilt helst reyna að nota mjúkudekkin á léttari bíl til að enda svo þið endist lengur. Ja, hann fór upp sæti á dekkjum, það er örugglega eitthvað sem hann grætur ekki. Hann grætur það ekki, Davíð Adams á Jaguarnum. Hann er með betra exit og Davíð er á millihörðudekkjunum, en hann getur bremsað örlítið seinna hérna inn í þessa beygju. Þetta er ekki beygjan til þess að fara fram úr. Vá, Gunni er komin í grasið. Hann er farin í lautaferð, Gunni er í 5. Þetta er fljótt að gerast, Ívar er komin upp í 4. Maður vill í rauninni ekki taka fram úr inn í þetta busstop eins og þetta kallast, því það er svo langur beinn kafli eftir að þú vilt frekar sitja fyrir aftan og taka slingshotið og taka draftið. Þið fengur lánað nafnið frá Spa, þetta er kallt þetta busstop hann í Ameríku líka. Já, sjáum að Ívar. Það er bara drag race. Það er drag race, Subaran er með rosalega endarhraða, Jaguarin er svolítið libræri bíl, þannig að þægilegir í gegnum innfíldið. Nú sjáum hvernig þetta fer hjá þeim. Það er Jökull. Það er ennþá allt að gerast. Magnús Árnar komin hérna upp í 5. sæti. Jökull í 7. Jökull er á hörðudekkjunum. Magnús Árnar er líka á hörðudekkjunum. Það eru, við erum ekki búin að sjá neitt. Það er vítan Jökull. Ævar stingur sér hérna. Jökull er 2 fram fyrir sig. Já, Jökull hann dottnir í 8. sæti. Herðu. Og Ævar datt þarna líka nú. Maður næri ekki að fylgjast almennilega með hvað er að gerast hérna. Ævar Diego hann byrjar nú bara í 3. sæti minni mig. Jú, hann ræsti 3. Jökull er eitthvað ekki vanur hörðudekkjum, en hann er að fara mjög vítt núna, trekk í trekk. Það er spurning hvernig, ég er nú ekki búinn að taka rannsókn á því hversu langur pitturinn er hérna. Við sáum í síðustu keppni að þar var að borga sig að taka bara mjög stutt stint á hörðudekkjunum og losa sig við þau. Það eru borðlegt að segja, ég held að pitturinn sé lengri, svona þokkalega lengur hérna. Já, mér sýnist það. Það er svona, menn eru væntanlega búin að leggjast í rannsóknarvinnu varðandi það og það virðist ekki vera það eins og var síðast að taka 1-4 hringi. Heldur er að reyna að nýta dekkin aðeins betur og jájá, við höldum okkur bara þarna aðeins. Og svo náttúrulega þegar nóttin skellur á að dekkin endast betur yfir nóttina þegar hitinn lækkar og breytar hitinn kólnar þar að leiðandi. Sjáum að sólin er farin að setjast, þetta gerist hratt þegar við erum með 24 sinnum tímarhröðin. Jájá, það er búinn hálftími. Aðeins búið að slaka á hérna núna. Rúllum kannski snöggvast yfir dekkjamál hjá mönnum. Gunni er orðinn síðast. Gunni er orðinn síðast, hann er komin á medium, byrjar hann ekki hard.
Hann byrjaði á hart, það er rétt. hann tók 1 hring. Já, hann er bara búinn að dömpa hörðudekkjunum og nú er hann Já. með auða braut Já. og getur einbeitt sér að sínum eigin akstri. Hann þarf ekki að fara meira á hart á. Nei, hann er búinn að nota hart Já. og komin á medium, en hann er búinn með sína dekkaskyldur. Nú er það bara Þannig að þó að hann sé svona fyrir þá sem er að koma, þekkit ekki, þó að hann sé virðist vera lang aftastur, þá er hann bara búinn að pitta oftar Já, og það á eftir að jafnast allt út. þetta er eins og það hefur verið mjög erfitt að átta sig á raunstöðu fyrir bara á síðustu hringjunum þegar allir eru búinir að taka sín stopp og strategíurnar að spilast út. Mín niðurstaðan er bara orðin eiginlega svolítið svo að raun eru bara að við erum ekkert að pæla endilega ómikið í því. Já, það er bara... Davíð Rúnar er núna bara fremstur Hann er fremstur. og er að keyra vel og bara fylgjast bara með fremstu bílum. Þorsteinn í öðru sæti, búinn að gera gott mót. Ívar í þriðja sæti og er með Davíð Adams að gera virkilega góða hluti. Já. Davíð Adams, þetta er náttúrulega bara stór glæsilt hjá hann. Fylgjumst með hérna yfir afturvænginn hans Ívars. Sjáum Davíð, hann hefur verið að gera mjög fína hluti. Þetta er ökumaður sem ég gerir ráð fyrir að við höfum eftir að sjá meira af í deildinni hjá okkur. Klárlega og það er fagnar eins og úrvalsdeildin er orðin, þá er náttúrulega orðin rugl samkeppnishæf og það er bara alltaf hægt að bæta við sig fleiri rósum. Algjörlega. Og Ívar, hérna, ef hann er að standast honum snúning, þá er þessi maður, hann á náttúrulega bara heim í úrvalsdeildinni. Hann er að setja fjólubláan sektor. Það er Ívar sem er að setja fjólubláan sektor. Það er Ívar, já, fyrir ekki, ég er á Ívari, við erum á Ívari. En sko, og hann er kannski líka í kjölsóginu og Rabufans. Já, hann er að taka draftið hjá honum Þorsteini og mögulega... Þorsteinn er sérst Rabufans, bara svona áreyndu glöggisög á því. Þorsteinn er Rabufans, mikið rétt. Og hann er á Mustang, eða ekki? Jú, hann er á Ford Mustang. Hann er með mjög góðan endahraða. Sjáum samt að Ívar er bara kominn. Hann er kominn aftan í hann. Já. Ég held að hann á eftir að taka fram úr honum, gerir ég ráð fyrir þegar þeir detta aftur inn á óval hlutan. Nú eru þeir að keyra í gegnum Þetta er dogleg. Innfieldið. Þetta er ekki dogleginn. Já. Eða er þetta, ég var að skoða, þetta heitir sem þið kallar þetta hestaskifuna. Já, já, ég er ekki alveg vel að mér í beigjunöfnunum hérna á Daytona. Nei, þeir eru voðalega einföld. Ég kíkti á það. Þetta er bara dogleg right og svo ertu með hestaskifu til vinstri. Hérna er nú Hasar. 7. sætið Jökull, hann er ennþá á hörðudekkjunum. Valdimar fyrir aftan hann, lágvarðurinn á Mustang á móti Subaru. Hann er mættilega á mjúkum dekkjum eða medium dekkjum. Já, lágvarðurinn, hann var á milli hörðudekkjunum. Já. Svo er þar Ævar Diego í 8. sæti og eftir þeim. Valdimar, hann Jökull Hrafnsson, hann er mættilega bara sáttur við það að halda aftur að Valdimar. Já. Það sem hann á inni, hann er að klára sínu hörðudekk og hérna sjáu þetta. Nú er skemmtilegt sjónarhorn að sjá alla þessa línu hana fyrir aftan. Já, Valli... Þeir eru á 280. Já, það er eitt að kíkja og annað að halda. Já, þetta er nefnilega ekki staðurinn til að fara fram úr. Braut býður nú ekki upp á mikið af frammöguleikum, þó hún sé breið og mikil. Valli nær sér í sekundurefsingu, fór hann örlítið of frjálslega með brautamörkin. Og nú sjáum við líka hjá Valla, það er lágvarðinum, að það sló down. Þetta er niðurtelur í hvernig hann þarf að hægja á sér. Þá bara hægbítið sjálfkrafa á sér í 1 sekundu, eins og gerir hann. Og þá missir hann 3-4 metrar fram á sér. Já, og þó að refsingin hafi verið sekunda, þá tapar hann meira en sekundu af því hann þarf náttúrulega að vinna hraðan upp aftur. Og þetta, nú getur Jökull andað léttar. En við sjáum að við erum nú þegar að sjá strax 2 mismunandi strategíur. Gunni sem tók 1 hring á hörðu. Jökull er núna að byrja 5. hringin sinna á hörðudekkjunum. Þannig að þeir eru klárlega að vinna með Ég vil telja 3. Já. Þú getur byrjað á medium, þú getur byrjað á hard. Og svo getur þú farið strax inn. Og það er þessu Gunni. Já, ég er að segja við erum búin að sjá nú þegar 2 strategíur. Já, 3, þessi. Menn eru að keyra út á hörðum, keyra út á medium. Og svo var Gunni 1 hring á hard. Já, jú, það er rétt. Þannig að við erum að sjá hérna Magnús í 8. Hérna, jú, Hannes. Hvernig er hans Gunni til þess að plumma sig núna? Það er forvitnilegt að sjá hvað hann er að draga á Delta. Delta semst rauði tíminn. Ég ætla aðeins að... hver fyrir hann út af? Maggi Ingolst. Næra að bjarga sér. Ekki enga skemmtir. Þetta var og lendir hérna, kemur út á braut rétt fyrir aftan liðsfélaga sinna, Dodda. En talandi skemmtir, Gufi, ég gleymdi að spyrja út í það. Það er semst í úrvalsdeildinni þannig að þú fær skemmta bílinn, þá verður að fara að pitta til að skera við hann. Já. En í fyrstu deildinni og neðri deildinni, þá er það semst bara 30 sekúndur til mínúta í refsingu. Hvernig er þetta í kvöld? Við erum með það sem kallast í leiknum light damage, þannig að þú getur tjóna bílinn, en
tjónið í raun hverfur sjálfkrafa eftir það bil hálfa mínútu. Já, einmitt, eins og Þannig að þú keyrir með- er í undirdeildunum. Já, þannig að þetta í sjálfu sér allt uppsett eins og fyrsta deildin, Já. má segja. Þannig að, já, Þetta er þannig að stefni. þetta er fyrir áhundur, þannig að þó þú keyrir hans á, þá er það bara 30 sekúndna svona kvöð Já, og þá laga bíllinn sig sjálfur sér sem er svona sýndarveruleika bónus já, sem er ekki bóðið raunheimi. nei, því miður. Þannig að sjá hérna Stefán, hringur 4, ég man ekki á hvaða dekkjum að byrja, en ég gerir ráð fyrir þetta sé pitringur hjá honum. Hann var með 2.06 á síðasta hring og hann lítur nú eiginlega að vera pittur, en Lítur að- Gunni jú, jú, kom hann fram er- á hann strax. Þú sér að hann er með alveg óslítinn dekk, þannig að Já, og Hann hefur tekið Gunni, pit. Gunni, hann er með 25 í delta, þess að delta er rauðu tölunar. já, Þetta er eitthvað sem hann þarf svolítið að fylgjast með. En Hann er búinn að- ég ger mig ekki ljós hversu langur pittíminn er nei, og hvar, en hann náttúrulega, við sjáum það núna Já. þegar Stebbi klárar átlappinu og þetta virðast verið í kringu 20 sekundur, pluss mínus. já, 20 sekundur, Já. ég getur gúttir að það. Það er Na- sko, já, ok. Innan skekki marka. Já, sko, það er líka aðeins svona að fylgjast með sko tímunum. Hver er munurinn á hörðum og medium, Já, frá rólegheitum, fyrir og milli keppenda. Þarna er Davíð Rúnar á medium dekkjum að keyra 44 háar, já, hann á hraðasta hring hérna, 44 lága 45, svona gróflega Já, á medium. Þetta telur allt sko þegar framlega stundir, kæru áhorfendur, þó að þið ekki átta ykkur á þessu kannski endilega núna. nei, það er þegar við lýsendurnir eigum erfitt með átt okkur á hvernig strategíurnar eru að spilast og þá er ekki von á að áhörundur endilega átti sá því Það er frekar. reyndar að útskýra okkur að við erum að ræða þetta svolítið því að það er hversu mikil munur er á dekkjunum í hringja tíma. Eða sérst að, já, hvað dekkin er að skila sér, Já, soft, medium og hard. Þetta spilar inn í starffræðinar hvort þú getur tekið pitstop eða ekki aukalega. já, þetta er eitthvað sem keppendur þurfa að liggja yfir og reikna, Já. er að borga sig að taka fleiri stint á mýkri dekkjum eða teygja harðari dekkin út fleiri hringi. Akkurat. Og við erum að sjá hérna að eins og staðin núna, efstu menn eru allir á medium dekkjunum, milli hörðu. Já. Og Jökull er fyrsti maður sem og hann er ennþá á hörðudekkjunum. Hann er, má sjá, hverjir voru fleiri, Diego er líka á Þeir eru hörðu. með 13 báðir í delta, 13, 14, Já. Pól 13 í fyrsta mann. Delta er tímiðinn í fyrsta keppenda. Sjáum besti hringurinn hans Jökuls á hörðudekkjunum með 45.2, það er mjög flottur hringur. Já, en En sko, er að keyra samt race-paceið virðist vera þarna í kringum, þetta er svolítið misjættir hringir hjá hann, hann ætlar að búin að vera þarna í trafík og það er erfitt að átta sig á já, nákvæmlega raun hraða. 45.2 er eins og Davíð Rúnar var að gera á medium, þannig að það er náttúrulega bara stórglæsilegt. Setjum stansi bort hjá Diego og horfum á halva hringi að svo allavega. Sjá að það er komið svarta myrkur. Keppendur munu keyra hérna í nóttinni í einhvern tíma. Já, lýsingin í sjálfu sér ætti ekkert vera að trufla keppendur sem brautin er mjög vel upplýst en brautarhitinn er núna lægri í skjóli næturs og dekkin eiga þeir endast örlítið lengur í myrkur hérna yfir nóttina þegar hitinn lækkar. Já, það er það sem það er ekki hægt að átta sig því nema að pröfa sig áfram. Það er að medium dekkin, þú getur kannski farið 1-2 auka hringi ef þú velur þig að taka því yfir nótt. Þannig að það er mikið póker í þessum leik og í þessum keppnum. Það er bara ótrúlega skemmtileg vídd sem er líka eins og segja. Það er verið að herma eftir raunheimum. Já. Þetta er mjög erfið vinstri beygja þarna. Þetta er rosalega trikki beygja og líka það er svo auðvelt að bremsupunkturinn er eiginlega í beyjunni. Hann er óljós. Mjög óljós, en mjög erfitt að halda valdi á bílnum. Það er smísett eftir bílum, en það er svona mjög trikki að ná þessari braut rétt. Nei, þessari beygju rétt, segi ég. Þarna er ykkur hassa fyrir aftan. Skoðum þetta. Hannes, Dimmi og Doddi. Hannes í 12. sæti. Hann er ekki búinn að pitta. Hann er ekki búinn að pitta. Hann hefur lent í ykkur. Hann var í 7. 8. Já, síðasti hringur 49. Fylgjumst aðeins með hverju gangi þarna. Þannig eru bílar þétt saman og það sem við viljum sjá eitthvað aksjón og Doddi er í skottinu á Hannesi og er hann með eina verði? Nei. Þetta er spurning
Doddi náttúrulega á Subarunni, hún með ögn betri endarhraða heldur en Jaguarinn. Þannig að spurning hvort að Doddi reyni að hanga í draftinu og taka svo fram úr honum eftir börstoppið. Hann syns að nú reyndar að hafa ágjör af dimma. Já. Viperin með rosalega endarhraða út í það farið. Kíkjum hérna í farþegasætið hjá honum dimma. Gaman að sjá Viperin, þetta ekki bíl sem maður hefur séð reglulega á braut hjá okkur og bara eiginlega aldrei í síðustu ár. Hann grimmur á dekkin eins og sjáum. Já, hann líka svolítið frekur á bensín. Já. Og sker þetta svolítið. En hann beygir alveg rosalega skemmtilega. Og þetta var eins og við grunaði refsing 1,5, þannig að hann að kúpla sig út úr þessum bardaga hérna. Eltum þetta samt aðeins þetta sjónarhorn. Já. Herru, sérðu fyrir framann, græna. Herru, maður sjá. Já. Kíkjum hérna. Þannig já. Það eru Maggarnir að berjast, Magnús Árna og Maggi Ingóls. Maggi Ingóls þess að TG Iceland Maggi. Það eru tveir Magnúsar. Magnús Árna já, þeir eru í sikuru deildinni. Þetta er Maggasúpa. Þetta er Maggasúpa. Og hvor hefur betur? Fyrsta beygjan. Það er Magnús Árna sem hefur betur í þessari baráttu. Og þeir eru að nálgast að hann Valla Lávarð. Gaman að lifir í hennu hjá honum Valla. Hann er eitt mesti. Hvað er þetta margir hringir svona til glöggvunar fyrir áhorfendur? Ég held að sem að gera ráð fyrir svona 36 hringjum plus mínus. Já. Heyrðist það svona á keppindunum. Var nú ekki búinn að rannsaka það alveg sjálfur en ég held að það sé nokkuð næri lagi. En Livja, ég var að tala um Livrið hjá honum Valle, þessast skreitingarnar á bílnum hjá honum. Hann er í Bentley þemanum. Valle er einn af nokkurum hérna mér meðtöldum í hópnum sem að Sérvitryggum? Já, sérvitryggum sem að vilja fá Bentley Continental GT3 bílinn inn í leikinn sem við höfum ekki fengið hann ennþá. Valli, ég veit ekki hvað þú tala um sko. Alveg frábær bíl. Valli keyrir Mustanginn í staðinn og þetta er í raun Livrið sem er notað af Bentley í GT World Challenge í raunveruleikanum. Það er svona platt Bentley sem. Já, þetta er svona næsti bæri við. Þetta er svona afsláttar Bentley. En við sjáum það að Maggi Árna er búinn að slíta sig aðeins frá nafnabróður sínum. Ekki svo hvað við kalla hinnum Magga og er kominn svolítið í skotti á honum Valdimar. Já, hann er með draftið og hann er í upplæri stöðu núna til þess að taka fram úr Valla eftir börstoppið þegar nú fær hann kjölsvegið. Þú byrjar að tala um Valla, ok, Valdimar, Valli og Lávarinn saman maðurinn. Já, það Lávarinn sjálfur og Magnús Árna já, ég veit ekki hvort hann nái að vinna þessa halva sekundu. Ætli það? Þetta er slagur milli, þetta er amerískur slagur hérna, Mustang á móti Corvette, Ford vs Chevy. Þannig að hann er líka komin í skotti á hinum Magnúsi. Já, mér sýnist Magnús Árna ekki ná Lávarðinum hérna. Nei. Skoðum þá Hannes, kíkjum aðeins borð hjá hann og Hannes, sjáum hvernig Íslandsmeistarinn keyrir. Já, hann er. Hvað er í gangi? Ói, nei, Davíð Adams. Davíð Adams var í einhverjum hasarhraða, ég sá nú ekki hvað gerði sér, sá bara reykmökk. Við mistum að þessu því miður höfum við ekki aðgengi í replay. Þannig að við þurfum að bara skálda í eðurnar. Herru, og þarna fær Magnús Árna refsingu. Þá er hann búinn að missa fram úr sér Magga. Já, hann er öll líkinn með að fara að missa Magga og mögulega Hannes hérna fram úr sér líka. Ekkert mögulega, ég vil segja það er bara steinleikur. Já. Jafnvel Davíð Adams, svo hann sé sko sekund fyrir aftan Hannes. Þetta er á löngum hröðum kafla. Þú missir svo mikið hraða. Já, þannig að sekundur refsing gæti alveg skilað sér í. Þetta er alveg 2 til 3 sekúndur. Já, alveg 3 jafnvel heldur sko. Já. Það kemur það bara í ljós, það verður forvunilegt að sjá það. Þetta mun ekki nýtast okkur á morgun. Nei. En það er Daytona Racing hjá okkur í deildinni í vetur. Við munum keyra í deildinni 24 tíma Daytona líka á Group 1 bílum eða Le Mans prototípum. Já, það er ekki svona GR3, þannig ok, það er bara flott. Það verður aðeins meiri hraði þar. Sjáum hvað missir Magga fram á sér núna. Já, hann tekur refsingun út eftir börstoppið. Já. Nú kemur það og það verður að vanda sig, það er bannað að klippa línunar og mikið. Þarna gæti Hannes að fara aðeins of. Gæti verið. Við held að fá sekundu fyrir þetta. Sýnist hann ætti að sleppa. Nú fer að koma því að Magnús taki refsinguna sín út. Þá mun hann missa nafna sinn fram úr sér ásamt Hannesi. Vá, heyrðu, þetta er skrítið að vera að gera svona fimmleika. Já, þeir eru í pitt. Það er enda sniðugt hjá Magnúsi. Þú getur takmarkað tapið á refsingunni ef þú ferð í pittin, af því að þá þú klárar refsinguna og ferð bara beint í pittin. Þá er þetta svolítið að lágmarka tapið á tíma sem þú ert að missa. Það er mjög sniðugt. Það er mjög sniðugt, því að annars þetta gera kannski kílómetr með hægara afl. Já. Þetta ferð bara beint inn í pitt. Og Magnús Árna, það er svo sem gaman að minnast á það líka að Maggarnir voru á sikkorum dekkjunum, Magnús Árna á hörðu og Maggi Ingóls á medium. Förum aðeins út á braut. Já.
Hvað er Gunni til dæmis? Gunni er hérna í 8. sæti núna. Hann ætlar að... Hann með áhverja strategíu, hann var eini sem gerði allt annað en allir hinn. Já, við höfum ennþá eftir að sjá hvort að hérna... Ja, af þeim sem ræstu á hörðudekkjunum, þá var hann svo eini sem losaði sig við þau strax. En síðan spurning hvað hinir keppendurnir gera þegar þeir setja hörðudekkin undir, hvort þeir ætla að dömpa þeim strax eða keyra nokkra hringi. Já, en hann var eini sem byrjaði á hörðu og fór beintinn. Já, hann er svo eini sem á þeirri strategíu að við vitum að svo stödd allavega. Já, Þorsteinn, hann var að pitta, þeir voru nokkrar að pitta núna. Já, en hvernig er hann staðan á toppnum? Já, kannski ágætt að kíkja. Kíkja á toppinn núna lengi. Toppökumennir fá oft minnsta skjátíman því það er oft lítið að gerast þar. Ég sagði einmitt að það var slæm tíðindi fyrir aðra keppendur að Davíð Rúnar myndi ná fórskotinu svona afgerandi í byrjun. Já. Því að hann er mjög grimmur. Hann er ekki með þessu hendi í glöggt. Sjáðu líka hringtímann, hann er að fara í pitinn og sjáðu hringtímann hjá honum. Hann er ótrúlega konsistent. Það er hálf sekúnda pluss mínus á öllum hringum. Ívar fyrir pitt líka, þeir eru verið að á sömu strategíu. Ívar er ekki með verri tíma. Nei, þeir eru að keyra mjög jafnt, en það eru 5 sekúndur á milli þeirra eftir fyrstu 20 mínúturnar. Guðmundur Orri kominn í 3. sæti, hann er samt að pitta núna. Medium. Já. En Diego, er hann að pitta? Hann er á hörðudekkjunum með þá. Þá er það kannski bara Jökul, ef fylgist með Jökli, hann var eini sem var á hörðu. Já, hann og Ævar Diego er líka á hörðudekkjunum. Já, sjáum hvernig þeir spilast úr hjá þeim. Þannig að þeir skulda núna pitstopin. Gunni sem er búinn að taka stopp og hann er ekki nema 10 sekúndum frá toppnum akkurat núna. Þannig að þetta verður gaman að sjá hvernig þetta þróast. Sjá, hérna Guðmundur Orri í pittinum, þjónustu liðið að dæla bensíni. Sjáum að það er amerískt þema á hútinu á þessum Mustang hjá hann og Guðmundi. Virkilega smekklegu bíl, kemur út í 7. sæti. Þannig að núna ég held ég færi með rétt mál. Það eru Valdimar Lávarur kemur út á mjúkudekkjunum. Fyrsti maður sem við sjáum á mjúkudekkjum. Stefán, hann var búinn að pitta, það eru allir búinir að taka þjónustu hér núna nema sem að Dimmi er á softdekkjunum líka. Sjáðu þarna niðri vinstra megin, RS stendur fyrir Racing Soft. Maggi Ingóls í 13. Davíð Adams 14. Nýbúinn að pitta greinilega kominn á hörðudekkin. Doddi í 15. sæti kominn á hörðudekkin. Það eru þessi tveir forystu söðurnir það núna. Diego og Jökull, þeir eiga eftir að pitta. Þeir eru að vinna á svolítið öðru plani heldur en margir, mögulega. Við höfum eftir að sjá núna þegar nokkur aðrir eru konir út á hörðudekkjunum hvort að þeir eru eftir að taka 1-2 hringi og klára þau eða taka bara fullt stinn á hörðudekkjunum sem við höfum að sjá núna Ævar og Jökull gera. Ævar er Diego. Kallum bara Diego, hann vill vera að kalla á það held ég. En Davíð Rúnar sem er búinn að taka stopp, hann er að ná þeim aftur og hann kom út á mjúkudekkjunum. Hann er á soft. Já. Hann er komin út á softdekkjunum. Fyrir hérna, RS, það er Racing Soft. Já. Og hann ætti þá núna væntanlega að slá sinn eigin tíma frekar hratt. Já, hann ætlar á léttari bíl líka. Og það er nótt, þannig að hann ætti að geta nýtt þessi mjúkudekk bara til fulls. Og það verður gaman að sjá. Hann er bara strax komin í skottið á honum Ævari Diego. Ég held að hann er ekki eftir að vera lengi að vinna sig þarna fram úr. Já, strategían á Jökli, hann er núna bara 3 sekúndum forskot og hann er samt pitti og eftir Davíð. Já, og Diego líka, þeir eru báðir eftir pitti. Já, ég er þannig bara varðandi forskoti, fórstusauðin, að þetta er lítið vel út fyrir Davíð Rúnar sem stendur. En virkilega. Gunni virðist að fara aftur inn. Já, Davíð Rúnar, við höfum eftir að sjá síðan. Það voru einhverjir sem fóru á hörðudekkin, þannig að ég ætla að rúlla hérna, afsaki þetta skroll áhörundu góðir. Það var einhver sem kom út á hörðu. Gunni er kominn hérna á medium-dekkin, aftur. Já, aftur, já. Annan gang á medium. Hann spurning hvort hann ætla að keyra bara medium til enda. Taka aðeins, það er spurning. Hannes með smá skemmt, hann hefur lent í einhverjum hasar. Í 12. sæti. Það er eitthvað búinn að vera, það er greinlega eitthvað aksjón hann í, Maggi tekur smá drift session fyrir okkur hérna. Davíð Adams missir Davíð Adams fram úr sér og Davíð Adams og Maggi Ingóls eru báðir á hörðudekkjunum. Þeir eru óöfnilegt fyrir Davíð, hann var mjög framalega framan af. Já, hann lendi að það var einhver hasar sem við mistum aðeins af. Við sáum bara Reykjavík og svo voru menn að rúlla fram úr honum. Hann hefur lent í einhverju hasar sem við mistum af. Erfitt að segja til Já. Sjáum bara tímunum, hann er Doddi. Já, þeir eru nokkrar á hörðudekkjunum.
þeir eru ekki að taka bara eitt hring eins og Gunni. Ég er mjög forvitinn að sjá hvernig þetta stratt spilast út hjá hann og Gunna, að taka bara eitt hring á hörðudekkjunum. Við sjáum engan vera að taka eitt hring á höfðum. Nei, ekki nema Gunna. Maggi, og vélinn, sjáu þarna blikkar alltaf rautt hjá hann, vélinn farin, hann er á mjög takmarkskuðu afli núna í 30 sekúndur. Já, þetta er náttúrulega alveg skelfilegt og enda hann kominn í síðasta sæti og fylgjumst aðeins með jökli. Við sjáum að Davíð Rúnar kominn í annað sæti og 2,4 og við sjáum hvernig hún gengur Davíð að ná honum jökli þó hann sé hann er náttúrulega á soft. Jökull er á hard, þannig að þetta ætti nú ekki vera meira en 1,5 hringur í mestalagi, jafnvel ekki meira en hringur. Ég held að við höfum eftir að sjá Davíð Rúnar, hann á eftir að fara miklu hraðar í gegnum busstoppið og á eftir að taka hann fyrir fyrstu beygju. Það skila sig svo miklu meira afli út úr beygjunum að vera á soft, þar að segja að hún svo miklu meiri snertingu við jörðina að bílinn þrýstist áfram mikið hraðar. Getur svo bremsa seinna og hann er á fjólbláum hring og ég er viss að Jökull er ekki nálægt í að vera á fjólbláu og sjáum það hérna. Við líklega að fara að bæta hraðasta hringu, sjáum að lávarðurinn á Valli er komið með hraðasta hringu svo staðan er núna 43.6. Sýnist þetta Davíð, hann er ekki að... Nei, hann datt í bláan. Hann datt í bláan sektor. Hann er að bæta sig en ekki bæta lávarðinn. Nei. Hann Valdimar, Valla, maður sem gengur undir 3 nöfnum. En Guðmundur Orri, hann er í 5. sæti. Ívar. Jökull er í bitinn. Já. Það kom að því. Búinn að keyra þessi hörðudekk vel. Já, ég hef ekki séð hann fara á soft. Það er alveg spurning sko. Diego ákveður að keyra lengur á hörðudekkjunum. Og við erum að sjá flesta. Spurning hvort það gamblið hjá Gunna að taka bara eitt hring. Við sjáum líka hjá Diego, hann er á 46. Hann er sko að keyra 2 sekúndum hægar heldur menn sem voru á medium. Já. Þetta er fljótt að safnast upp. Þetta er 1,5 til 2 sekúndur sko hver dekkiumgangur virðist vera í fljótu. Sér hann er 46, hann er mitt, hann er 45, K45, 3, en sko núna eru dekkin við hann sko Davíð Rúnar var á H 44. Jökull kemur út á millihörðu. Já. Hann er á medium dekkjum. Kemur út hérna rétt á undan lávarðunum. Hann er á softdekkjunum. Já, þetta er líka hraðasta hringinn. Já, það er nær besta tímann að sjálfsögðu á þeim sem dekkin eru mýgri að þeim hraðar ferðir. Það er náttúrulega bara þannig að sá sem setur hraðasta hringinn, hann keyrir á soft. Það er yfirleitt þumputareglan. Já. Það er ólíkt deildakeppninu að þá hefur hraðasti hringur í sjálfu sér enga þýðingu fyrir keppendur í þessari keppni. Bara stoltið. Það er bara stoltið. Ekki gleyma stoltinu. Bragging rights eins og maður segir á engilsaxnesku. Þannig að það er Valli lávarður sem heldur hraðasta hringi svo staðinu núna. Og Jökull er á medium. Þannig að Valli á að taka hann. Það gæti verið aðeins flóknara. Við vorum að tala um áðan sko soft versus hard. Já. Við vorum komið medium og soft. Sjáum að Valli er hérna í draftinu. Já, en það er stutt í beygju kafla. Það er erfitt að taka fram úr einu. Hann laumar sér. Það er smá kontakt á milli þeirra. Æjæjæjæjæj. Vá. Þetta var dæmi nú hver fyrir sig. Já, þetta er kannski eins og ég er búinn að segja hérna núna allavega tvisvar í þessu útsendingu, ekki staðurinn til að taka fram úr. Nei, ég var að minnast á það að maður verður að gera þetta í lokin sko. Þetta busstopp er svo hættulegt. Já, það er það nefnilega. Það er bara ein lína þarna í gegn. Þú getur ekki, það er engin önnur lína. Það er ekkert hægt að vera tilsamur. Nei, þú vilt frekar ef þú fer fram úr í busstoppinu þá getur anstæðingurinn tekið aftur fram úr bara í draftinu. Já, það er bara þú ert að keyra hann í gegnum 280. Hvað áttu að gera? Nákvæmlega. Þó ert þú vera tilsamur, þá verður ekki skylda til þess að gefa eftir að þú átt línuna. Nei, þetta er bara svo erfitt. Þetta er mikið hraði og það er... Já, menn vilja ekkert eitthvað keyraður út af viljandi en sko eins og við sáum þarna til dæmis. Þarna fannst mér Dimmi vera tilsamur við Hannes sko því að þarna eru við öðru mómenti og bíllinn eru alltaf hraða. Það er hægt að vera tilsamur en í busstoppinu þá það er ein línu í gegn. Já. Og það er bara ekkert hægt að breyta línunni. Þú kemur á 280 inn í beygjuna, bremsar eins seint og hægt er. Það er nógu erfitt bara að halda sér hann í gegn. Hvað þá að vera að breyta til út af bíl sem er, hugsanlega að reyna eitthvað sem á ekki að reyna. Já, hann er Valdimar, aftur, farin út af. Valli, hvar er Valli? Hann er hann. Já, þetta er náttúrulega
alveg náttúrulega skelfilegt þegar maður lendir í að gera, bara í einhverju atviki að þetta hefur svo mikið áhrif á einbeitinguna. Já, þetta tekur mann alveg úr rytmanum. Algjörlega. Það tekur alltaf 2-3 hringi fyrir mann að komast aftur í gírinn. Og í illa gengur þá kostar mann líka 2-3 mistök í viðbót. Já. Mistök í viðbót, ekki þetta mistök í viðbót, það bara kostar það að maður dettur úr gírnum. Ævar í pit, síðasti maður til að taka pitstopp. Hann var svo eini sem átti eftir að skipta hérna, fara í þjónustildi. Það er spurning hvort hann kom út á, ég ætla nú að spá því hann kom út á mediumdekkjunum. Hann segir það sko, hann var búinn að missa Davíð Rúnar fram á sig sem var búinn að pitta. Já. Þannig að Davíð Rúnar sko, Ævar Diego heitir hann. Hann ekki, hann var tímabundið framalega skulum við segja. En svo náttúrulega getur verið, við höfum eftir að sjá hvaða strategíur hann Davíð vinnur með. Hann náttúrulega eftir að keyra hörðudekkin sem eru töluvert hægari. Við erum náttúrulega búin að upplifa það að vera nánast þessu kjánar hérna í beinni útsendingu að reyna að spá fyrir hverjir að vinna. Já. Því að það kemur ekki ljós fyrir en sko, þetta 36 ringir. Við kannski fáum svona góða mynd á þetta svona á 30. hring. Já, það á þannig. Þegar síðustu pitstoppin eru búin þá sjáum við hvar menn standa og þá koma strategíuna. Þetta eins og við sáum bara í síðustu keppni. Pink Panther, þetta Shot in the Dark. Eins og í síðustu keppni í Úrvalsdeildinni þar sem að Ívar og Jökull voru á sikkurri strategíunni og keppnin endaði síðustu hringin á því að Jökull var að hundelta Ívar á hörðundekkjum, Jökull á mýgridekkjum og þeir enduðu með innan við halva sekúndu á milli sín þegar þeir kláruðu. Þannig að við getum alveg séð eitthvað svipað hér í kvöld. En það er óneitanlega Davíð Rúnar sem mjög, ég myndi segja hann væri favorite hingað til. Hann búinn að keyra bara eins og honum einum í lagið. Og hérna nú til þess að sjá hann Þorsteinn. Já. Rabufans, Þorsteinn á Mustang. 5. sæti og hann bara svona sitting pretty, eða hvað maður segja. Já, hann kom svolítið óvart. Hann alveg snöggur ökumaður. Hann hefur verið lengi vel í Úrvalsdeildinni, var datt niður í fyrstu deild í fyrra. Já. Og hann alveg með hraðan til þess að á góðum degi Þorsteinn alveg klárlega með hraðan til að takast á við efstu menn í úrvals. Það mitt. Og hann Gunni hann að tæta í sig, hann var 3,9 bara fyrir einni beygju síðan. Já. Og þetta svona, við kannski bara halda okkur þarna því þeir líka með Hannes fyrir aftan Gunnar, þeir eru liðsfélagar í fyrstudeildinni í Úrvalsdeildinni minna og það kannski ólíklegt að þeir fari í mikinn slag. En það svolítið svona, já, ég allan persónulega er svolítið hrifinn að aðeins að fylgjast núna með hérna honum Gunnar. Það komið 2,8 í Þorsteinn. Hann að draga hratt á hann, það komið sekúnda núna tæp í 2 beigjum, en Hannes líka í gír. Gunni á medium, ég ætla bara rétt að hoppa yfir á Hannes, hann líka medium. Þeir eru bara alveg eins í dekkjum og bensíni, síns mér. Gunni, ja, hann hefur gert eitthvað feil þarna, hann var komin í 2,6, nú komið upp í 3. Og Hannes komið í skottið á Gunna. Það er spurning hvort að Gunni, ef hann ekki gýrnum, hleypi bara hans í fram úr sér og reyna að taka slippinn á þetta, ef sem sagt kjölsóið. Það borgar sig að vinna saman heldur en að vera slást, en það bara spurning, þetta samt sko, það maður gefur ekkert neitt eftir, þetta fer bara eftir forminu. Eltum aðeins Gunna hérna. Við sjáum það 2,6 í Þorsteinn Rabufans, eins og kalla sig. Það er komin í 2,3. Þetta ekki lengi að gerast. Guðmundur Orri farin í pit á soft. Hann var á softdekkjum, skilur hann á 3. sæti, þarna tímabundi. Sjáðu henni fyrir aftan þá, þetta svona nokkuð, hvað ég að segja, svona tíðindalítið þegar menn eru svolítið svona búin að setja sig á braut. Ég held að þetta sé nú svona aðalkeppnin svona á brautinni sem stendur, á þess að fór einhverjar strategíur. Gunni komin í 1,6, þetta var 2,34, ég held að það voru 3 sekúndur bara fyrir hring síðan. Þannig að Gunni tímalaust að sækja á. Hannes hættur að sækja Gunna. Það komið upp í 0,7. Hannes þarf helst að halda sér í kjölsóginu. Það slitna kjölsógið í leiknum svona 0,7 til 0,8. Þannig að það svolítið mikilvægt fyrir Hannes að halda sér í kjölsóginu á Gunna.
það að takast. Vel gert hjá Hannesi. Gunni líka standa sig vel, hann 1,5, hann var ekki kannski með nægilega gott exit þarna á þessari beygju. Það ekki að draga saman. Og þetta skilur sér, þetta náttúrulega langi kablinn í brautinni. Það kemur núna hérna eins og kallað þessi bus stop. Og við sjáum Davíð Rúnar og Ívar, þeir pitta núna á sama tíma. Þeir já, þeir voru báðir á soft, þannig að þeir að skilja sér. En þetta eins og við segjum, við vorum að ræða þetta á hann. Það veit enginn raunverulega sko hvernig spilast úr þessu strategíum almennilega. Það fer náttúrulega eftir hverjum einasta ökumanni. Gunni komin núna í 1,2, hann að nálgast kjölsögið hjá Þorsteini, það 1,1, sjáuð það að hrapa niður núna. Jökull komin í fyrsta sæti, sjáum hvað koma út núna, Davíð og Ívar, það verður mjög formlegt, þeir að koma út í fyrsta og öðru, þeir eru búin að pitta einu sinni oftar en flestir aðrir ef ekki allir. Ég ætla að færa mig hérna aðeins ofar, því að hérna erum við Jökull og Ívar í skottinu á honum. Jökull á medium, Ívar á soft. Þetta verður ekki auðvelt fyrir hann Jökull að eiga við hann Ívar. Ívar nýtir sér eflaust glæni í soft deck á þessu hring. Ívar og Davíð, hann fór í pitstop, Guffi, kominn hérna tilbaka. Og sem sagt, svo ég segi honum Guffa meðlýsendum mínum, það sem sagt að Davíð og Rúnar, Ívar og Davíð, þeir pittuðu. Þeir eru búin að pitta, Davíð og þeir eru á soft meðan Jökull á medium. Já. Og það sko hver hringur núna fyrir Jökull mjög dýrmætur að halda aftur af Ívari. En það ekkert öfundsvert að halda aftur af Ívari því að hann kann þetta upp á 10. En það að takast, hann skrikaði fótur honum, Ívar hana. Sekunda á Jökull. En Jökull skrikaði líka fótur, hann keyrði á banninu í því hana. Já, þarna sjáum við að Jökull mun taka upp bremsinguna og hann mun missa Ívar fram á sér. Hvað langt í Gunna þar og eftir? Já, við skoðum það eins til að sjá hvort að Ívar taki ekki alveg örugglega mjökli. Það líka ágætt að sjá þetta raun tíma. Já, hann rúlar akkurat fyrir að klára hringinn. Já, þetta þá cirka bát 1,5 sekúndur. Það kemur hann að pitstop. Þetta reyndar innfíldi til hjálpar, það sé ekki mikið lengra. Sjáum við að sólin farin að láta sjá sig aftur. Rabu Fans, það ekki að komið fyrir því að hann var nú ekki, hann Þorsteinn, Gunni var að nálgast hann Þorsteinn, má ég sjá, hann hefur eitthvað snúið bílum á Þorsteinn. 1.57 síðasti hringur. Já, hann var sko sekúndu undan Gunna. Hann hefur eitthvað farið og finnst óþægilegt að hafa Gunnar svona í baksýnisspeglinum. Það hefur eitthvað fibbast, það alveg ljóst. Já, Gunni hérna núna, hann sko 9 frá Davíð. Fyrstu manneskju. Þess að deltaði 9,7. Nú erum við að þetta, 37 mínútur liðnar. Það eru konur hérna í seinni hálfleik. Rúmlega hálfnær. Já, og nú dagsbirtan komin aftur. Nóttin liðin og brautarhiti væntanlega þá farin að hækka aðeins. Dekkin slitna þá hraðar. Þetta nokkuð, þetta Davíð, Ívar og Jökull, en það ennþá, við höfum eftir að sjá almennilega hvernig strategíurnar spilast út hjá þeim. Já. Við höfum eftir að sjá Ívar og Davíð taka hörðudekkinu. Jökull var búinn með hörðu, hann tók keyrði alveg bara hvað. Jökull, og þetta var tæft. Já, heldur betur. Hann bjargaði þessu fyrsta vel. Hann var svolítið yfir brautamerkinu í fyrstu beygju. Hann tapaði hann hálfri sekúndu. Hann að tapa ákveðinu alveg helling, hann fór sekúnda núna farinn. Og það tikkar ennþá niður, 1,2. Gunni hvað? Hann á milli hörfa það ekki? Hann á medium líka. Já. Hann búið með medium og hard. Hann ekki búin að taka neitt soft að mér vitandi. Nei, hann tók hard, medium. Og hann var í 5 sekúndur, nú hann komin í 3,6. Og það, þú veist hvernig það þegar maður sér í skottunastabíl meira. Það kýtlar svolítið og þú dettur svolítið í stuð. Já, maður fer að elta næsta mann og það svona hvetur mann áfram að sjá þegar maður sér bilið minnka í næsta mann og maður sér að maður að ná honum. Það fæst maður svona adrenalinskot sem eykur einbindinguna og líka á móti þegar maður sér manni fyrir aftan sér nálgast, það hefur svolítið leiðilega áhrif á mann. Já. Já, getur gert það. Það getur tekið mann úr jafnvægi. Það sem það bara yfirleitt best fyrir mann að einbytta sér að sínu reysi, setja
konsistent ringi. Leiðum að fyrir að horfa meira í speglana heldur en framfyrir sig að þá fara mistökun að gerast. Já. Og það er oft... En það er svolítið óhjákvæmilegt. Já, það er það. Það er auðvelt að segja þetta, það er annað að gera þetta í praxis, sko. Það er það nefnilega. Ívar, hann er ekki að sækja á Davíð, hann er ætla að leyfa þessu að sigla sinni sjó. Já. Hérna er Jökull, hann er að halda aftur á Gunnar núna. Já, Gunnar ætlar að koma á ansins slitin dekk. Og hann er líka búinn með bensín, hann fer inn á þessu með næsta. Hann har kannski 2 ríki eftir. Hannes var í skottun á Gunnar. Hann er ekki að sækja lengur á Gunnar. Nei, hann er aðeins betur settur bensínlega og reynda dekkilega sér líka sinni smið. Já, það er líka eitt sem við höfum ekki rætt um. Það er sem bensínsparnar, það tekur óra tíma að fylla bílinn. Já. Og Þorsteinn, það kom eitthvað fyrir, við gátum ekki séð það, en það er greinlegt því að hann var á undan Gunnar á Hannesi. Já. Og hefur eitthvað snúið sér. Sjáum hann tapaði hérna 12 sekúndum cirka bát á 20 stík. Já, hann hefur eitthvað bara farið yfir á grassið, eitthvað óvart. Svo hann er kominn á gufurnar, hann er vantilega, ætla hann sé ekki að fara að pitta bara núna. Diego, hann byrjaði nú bara í 4. sæti. Já, er ekki 3. eða 4. Það er líka svo dýrt í þessari íþrótt, bæði í raun og sýndarheimi að gera mistök. Já, það er það. Sjáum þetta hringtímanu hjá hann, hringur 16, 204. Það var þá sem hann pittaði og svo eru 2.14. Já, hann ætlar að, maður sjá bensín hjá hann Ævari. Já, það er Diego. Hann hefur líklega tekið, hann hefur tekið alveg fullt af bensíni, þannig að hann á ekkert að þurfa að taka meira bensín í þessari keppni. Nei. Það er sumir taka þá ákvörðun að í fyrsta stoppinu að taka bara bensín fyrir restina af keppninu ef þið geta það og þá á hann eftir að spara tíma í næstu stoppum. Hérna er Dimmi að taka hard. Hann pittaði fyrir 1 með 2 hringi. Það er stundum að þetta er ekki alveg réttar tölur, sjáum hann að hægra megin á skjánum. Já, þetta getur verið smá... Já, hann allavega ekki pittaði ekki hann að 3 hringi af 4. Það er nokkuð ljóst. Já. Ég ætla bara að leyfa þess að spilast. Ég er aðeins að kíkja bara svona yfir stuðuna á brautinni. Guðmundur Orri í 9. sæti á nýlega millihörðudekkjum. Já. Davíð Adams þar og eftir þarna sjáum við flugvélar taka á loft. Já. Davíð á 9 medium. Og svo er Maggar. Já, Magnús Árna. Og kemur út Davíð Adams rétt nær á undan honum. Davíð er á 9 medium dekkjum, þannig að það er ekkert eitthvað hérna, maður sjá, og medium dekki hjá Magnús Árna, það er ekkert... Eru svipað setti þar, Magnús Árna á... Já, Davíð Adams yfir betri, þetta dekkina er svona heitt. Já, hann tekur alveg hring fyrir dekkin, maður kemur út á svona frekar köldum dekkin. Það er mikið eftir hann að einmitt að losa þá kjölsói núna. Já. Kannski fylgjast aðeins með þessu. Ég sé ekki, það er svona að byrja að slitna á milli flestra á brautinni. Já. Kannski fylgjast aðeins með þessu núna, hvort að Magnús Árna nái að halda í Davíð Adams. Og hann er í kjölsói, hann er mikið betri að exitið hann úr beigunni. Já, það er spurning hvernig það fer í börstoppið. Og hann er á Þetta er á Korvettu. Það er Korvettan á móti Jaguar. Ég held að þeir séu nú nokkuð svipaðir þegar kemur að endarhraða. Korvettan er með mikið tók. Já, hún er það. Maður þarf að skipta henni ekki alveg, maður þarf að skipta henni fyrir að snemma því hún nær max power fyrir að snemma. Og það er að ná þessu líka vel og þá er hann kannski bara komið svolítið í skottið á Jaguarnum. Mikið betra exit hjá Magnúsi og refsing á Davíð. Þarna fór Davíð kannski pinnum út á taugum. Já, mögulega. Það er kannski líka sem skilur svolítið á milli opnudeildarinnar og úrvalsdeildarinnar. Að þessi menn sem eru í opnudeildinni, mér finnst virðingu fyrir þeim, þeir eru náttúrulega tiltölulega nýbyrjaðir í sportinu. Já, það var nýbyrjaðir hjá okkur. Já, ég meina það er svolítið reynsla sem þú færð að hafa bíl stóran í speglunum. Já. Oft er það einn besta leiðin til að taka fram úr. Það er að gera sér bara nógu breiðan í speglunum og pressa næsta mann í mistök. Ég skilja ég tala um þessi, Davíð hann gerir hann mistök. Já. En það var raunverulega ekki til þess. Nema þá að Guðmundur Orri var í speglunum. Magnús Árna meina. Magnús Árna, já. Og það er stundum bara nóg. Ég er að meina það og þannig að skilja milli nýlega og efri deilda manna að hafa kynnst þessu kannski oftar. Það segir sig sjálft að maður sem er í opnudeildinni er bara ekki kannski bara kynnst mikið af tímabilum þegar maður sé að vera með eitthvað comeback. Nei, Davíð er nýr hjá okkur. Ég þekki ekki hans reynslu í hermiakstri áður en hann kom til okkar. Þetta er bara vangaveltur hjá mér. Hann er búinn að keyra 2 keppnir hjá okkur og þetta er þá 3. keppnin sem hann keyrir í hópnum. Já. Hann er stansað frábærlega. Algjörlega. Hann er í 10. og 15 og það er ekkert amalegt
heldur betur. Og svo vitum við heldur ekki almennilega hvernig raunstaðan eins og við erum búin að tala hérna. Það getur vel verið að þessi tafla sem þið sjáðu þarna vinstra megin núna, hún er eftir að breytast heilmikið. Eins og ég segi, sko, fyrsta tímabili núna, vor tímabili, þá var Eva María sem vann. Já. Og hún endaði í síðastætti svo í keppnin eftir. Já. Þannig að það er ekkert gefið í þessu bransa. og þetta er bara frábærlega kert hjá Davíð Adams. Ég ætla nú bara að hrósa honum. Já, hann er að gera þetta mjög vel. Það má alveg heyra það og á það skilið fyllilega á fallegum bíl. Já, gull og fjólubláum Jaguar. Við diltum felgulitinn, ekki eftir mínusmekk, en það er sitt sínus hverjum. Jú. Það er samt ákveðið þemi, þetta fjólblá og gull, sko. Já. Herðu, Doddi er að taka soldi, þetta var glæfralegt. Áhugaverð lína, fer hérna undir apróni, það er pínu glæfralegt, svo ég segi ekki meira. Ég er ekki línan, en við sjáum að Davíð Adams kemur betur út úr fyrstu beinu og heldur sætinu. Já, þetta jafnast út oft á tíðum. Svo er það Þorsteinn í 12. sæti. Það hefur eitthvað gengið á hjá honum eins og við tölum áðan. Já. Hann er á glæni dekkjum. Hann hefur verið að pitta, hann er komin á mjúku dekkin. Já, glæni dekk og hann er á soft, þannig að hann er til alls líklegur. Það er 1:20 í deltað. Já, kort er eftir, hvað? Nú ætlum ég að færa mig núna aftur yfir, ef aðeins að fylgjast kannski með Maggi Ingóls og Valdimar Lávarður. Eru þeir báðir á millihörðu? Maggi er á medium allavega. Já, ég skal aðtúa hérna örsnögt. Þeir eru báðir á medium. Svipuðum dekkjum. Og það er Mustanginn fyrir einaverðu. Og Valdimar Lávarður tekur þetta konur í 14. sæti, ítir Magga niður í 15. Það hefur gengið á ýmsu hjá þessum tveimur hérna í kvöld. Já. Það er óhætt að segja það. Þeir eru báðir í svona ágæti sætum framan að. Já, hvað eru tekið ökumenn með? Þetta eru ekki sæti sem þeir stemdu að, veit ég, 14. og 15. Nei. En ég ætla að færa mér núna aftur yfir í toppinn. Já, saman Jökull er að pitta. Já. Hvað er Davíð búinn að keyra nú lengi og Ívar á softdekkjunum? Hvenær pittuðu? Þeir pittuðu nákvæmlega saman tíma. Já, það var hringur 19. Þannig að það er þá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þetta er 7. hringurinn þeirra núna á... Ég held að Jökull er kominn á soft dekkin. Hann er að kíkja fyrir mig á einn Jökull aðeins. Já, það er 46 sekúndur í delta. Hann er á 9 medium. Hann er núna að fara að keyra til enda. Hann er búið með sín pitstop. Já, hann tekur 10 hringi á medium. Hann tekur það leikandi og það er spurning með Ívar og Davíð hvernig bensín á. Þeir eiga eftir að... Þeir verða að pitta báðir. Þeir eru á sömu strategíunni. Og þeir eiga hörðudekkin eftir. Þeir pittu báðir sérst á saman tíma síðast. Þannig að þeir, Elko bræður eru tímanleist búin að tala sér saman. Heldur betur. Þeir eru á bara nákvæmlega sömu strategíunni. En ég er mjög forvitin að sjá hvernig þetta spilast úti. Því nú Jökull, þetta eru 45 sekundur á milli Jökulls og fyrsta sætis, Davíðs. Davíð það ættir að taka pitstop, kemur út á hægustu dekkjunum. Þeir eiga báðir eftir hörðudekkin, Davíð og Ívar. En medium no fyrir Jökull. Hann hefði þurft að vera svolítið á soft held ég. En já, ég veit það ekki. Þeir þurfa líka að taka bensín, Davíð og Ívar. Þannig að þeir eiga eftir að tapa... Já, ég veit það ekki. Davíð reynda var að setja... Nei, hérna... Þetta er eitthvað sekúnda, er þetta ekki cirka sekúnda á milli? Þetta verður tæft. Ég held að Davíð haldi þessu. En Jökull, við skulum hafa augun á Jökli. Sjá hvernig þetta kemur út þegar að... Við erum hérna á Jökli. Já. Og sjáum við líka delta rautt. Það þyrfti náttúrulega að fara að detta niður. Já, þetta eru 46 sekúndur. Já, það er búið að haldast í 46 sekúndum. Það þyrfti svolítið að fara detta niður. Jökull ætlar að gera allu að dollunni í dag. Já. Þeir eru að fara að taka... Já, þeir eru þá væntanlega að fara að pitta núna í lok þessa hrings, Davíð og Ívar. Já. Koma þá út á hörðu. Þá erum við að sjá það að Gunni, eftir því sem ég best veit, er svo eini... Hann er svo eini sem tók bara svona örstint á hörðudekkjunum. Já. Og munum sjá í lokin hvernig það reynist hjá hann. Hann tók ekkert samt sko softstint. Nei, hann er bara búinn að keyrði, bara dömpaði hörðudekkjunum og svo bara milli hörðudekkin út í gegn. Já. Og reyndar bara stendur sig vel, hann er í 5. sæti núna og hann lenti nú í einhverju vesinni hérna fyrir keppninni. Var það? Var það ekki bara þegar hann fór í pit? Var það? Já, hann kannski misti 2-3 sæti hann í fyrsta ring. Já, hann gekk ýmsu í fyrsta ring. Það var darradans þar og margir voru að glíma í ýmislegt sem hefur samt ekki verið úrslitað af aldurinn held ég fyrir einn keppanda nema þá hugsanlega til góðs fyrir hann Davíð. Því hann náði svolítið að losa sig við þetta vesinspakka. Og talandi Davíð, hann fer í pit. Ívar örlítið betur settur á bensíni. Já. Við fylgjast með Jöklu, sjá hvað munar miklu þegar þeir koma út. Þeir fara
eins og þú segir, þeir fara tímanast út á hard, Já. en þeir eru náttúrulega að fara að taka þá 6 ringi, eða 9 ringi á hard. Já, þeir þurfa ekki mikið bensín, þetta er ekki það mikið eftir, þetta eru 12 mínútur eftir En af ef keppninni. við segjum að sé í sekúnda til 2 á hring, þannig að verður forðan að sjá hvað Delta fer í Já. þegar þeir koma út. Nú er, 90, Jökull- það er 1,5 til 2, sko segja bara 1,5 að meðaltali. og við vitum að Jökull er með hraðan hérna, hann var hraðastur í tímatökunum fyrir þessa keppni. Já, kom óvart þetta hvað hann var ekki nægilega framalega í startinu. Hann er að koma inn í fyrstu bygg. Hvar er Davíð? Já, Og hvað er hvar þetta er sko? Ívar? Delta er ekki alveg rétt núna, Nei, við því að sjáum þeir það. eru að ná upp hraða. Þurfum að sjá það þegar hann kemur fram hjá pit exitinu. Já, sjá sko, 16, þetta er ennþá að telja niður þó að þessu sýndir vera komnir út. Sjáum Það þetta. þurfum að ná upp hraða. Eftir þessa beygju þá erum við konum með raun tíma. Þetta Já. eru 15 sekúndur tæpar. Já. Maður þarf að vinna upp og við erum að, já, þetta eru 11 mínútur eftir. Já, þetta er Það verði einhverjir 7 hringir. 7-8 hringir Þetta gæti orðið spennandi ef Jökull keyrir eins og rattinn. Já, eins og ef hann nær að bara dæla úr tímatökurhringjum núna síðustu hringina, þá er alveg mögulegt að hann geti farið að gera tilkall þarna í efstu sætin. Hugsanlega, sko, ég ætla að leyfa mér að segja það núna, af því að nú erum við að sjá þetta spilast út allar strategíunar, að Davíð er með þetta. Ef hann Já. er, sko, þó að ná í Ívari, þá er nefnilega eins og við segjum oft talað um, það er eitt að ná og annað að taka fram úr. Já, ekki spurning. Og Ívar mun ekkert hleypa honum fram úr sér auðvitað, Nei. og þannig að það mun alltaf tefja Jökull nógu mikið að hann ná ekki Davíð. Já, ég er sammálaður. Ég held að Davíð sé Þú sér með að Davíð Pálmann- 2,5 sekúndur á undan Ívari. Hann er með Pálmann í höndunum. hann Já, Davíð. Það já. Er það ekki svona samþykkt? Ég held það. Ég finnst þetta mjög líklegt sem loka niðurstöð. Hann mögulega nær hann Ívari. Já, hugsanlega. Það er nært í helna á honum. En Já. En það er líka að fara að gera svolítið hratt. Það er ennþá 12 sekúndur. Kannski tökum nú 28. hring. Hann er að fara nú er hann, að byrja 29. og við notum það bara sem smá marker. Það er 11. Vá, nú er þetta hratt maður. Vá, sérðu. Ívar hefur gert mistök. Ívar hefur gert mistök. Já. Hann hefur pottið fengið refsingu í busstoppinu. Ég held að hljóta að vera, af því þetta var akkurat á þeim stað þar sem að penalty svæðið er. Þannig að nú lítur þetta vel út fyrir Jökull að reyna að taka annarsætið. Ég held að Ívar hafi bara gert mistök. En við sjáum að hann er voða lítið að saksa á Davíð þó að Davíð sé á hörðudekkjunum. Davíð er að keyra alveg listavel hér í kvöld eins og flest önnur kvöld svo sem. Já, haustin varum við alltaf að tala um, ég allavega var alltaf að ræða um DR-tíma, sko, því að hann var algjörn í sérflokki lengi vel í qualifying og í keppni og hann er náttúrulega var, ég veit að hann var upptekinn um jólun og áramótin og kannski ekki að æfa sig vel, en hann er ekki lamba að leika sig við en nú er hugsanlega séns fyrir Jökull að ná að saksa á Ívar. Já, þetta er tæpar 9 sekundur sem hann þarf að vinna upp á 8,5 mínútu. Hann sjáum það, hann setur 44,9, 44,7. Hvað er Ívar að gera? Fyrir ég ætla ekki að fyrir það. Já, hann alltaf fekk hérna refsingu. Já, ok, 48,9, það er ekki marktakt sem sstendur. Skulum sjá hvernig þessi hringur fer hjá honum. Að vísu ekki alveg marktakar heldur því að hann byrjaði hringinn þá á minni hraða heldur en hann hefði gert af því að hann tók út refsingu. Já, einmitt. Það er svona, hingur við bara aðeins. Já. Við fylgjumst bara með 8, það er 8,1, 8,2. Þarna finnst Ívar hafa náð betri börstoffi. Er einhver hasar, sýnist vera smá pakki þarna, ég horf á trackmappið. Já. Rúllum aðeins niður, er eitthvað, sýnist hann þegar Davíð Adams. Já, við skulum fylgjast þeim með Davíð. Á meðan það er ekki beitt slagur hérna efsta þá gaman að sjá smá aksjón í breytinu og Davíð Adams í 8. sæti að gera allegu að úrvalsdeildarmanninum Magnúsi Árna. Jaguar á móti Corvettu. Gaman að sjá alveg þokkalega fjölbreytt úrval af bílum. Það voru menn höfðu áhyggjur af því að sjá einungis Subarur í kvöld, en þær eru vissulega nokkrar en sjáðu líka að Davíð, hann var mikið betur exit heldur en Magnús Árna. Hann bremsaði eiginlega og seint að Magnús fyrir börstoppið. Ég held að Davíð sé með þetta. Hann hlýtur að taka innanverðu hérna eða utanverðu. Þeir eru bara samsíða. Ég held að Magnús sé nú bara með þetta. Hann er með innilínuna inn í fyrstu beygju. Já, hann er með innilínu, já. Þú vilt hafa hana. Hann fór of fljótt úr kjölsvæðinu, hann Davíð. Já, nú vantaði þetta slingshot effekt sem hann kallar. Og hann gæti núna mist Dodda, Þorsteinn, fram úr sér. Já, Doddi mættur. Hann er bara mættur í næsta. Það eru 3 bíla slagur hérna 7., 8. til 9. Svo er Þorsteinn þarna bara... Stutt í Þorsteinn. Já, hann er hérna eins og gammal og Þorsteinn alltaf var á soft dekkjunum ef ég man rétt.
minni það. Þetta er gaman, þetta var búið að teygja svolítið á hópnum, en það er gaman að sjá hérna smá slag í breytinni. Og við erum með hérna, gaman að segja líka frá því að þetta eru 3 keppendur úr 3 mismunandi deildum. Magnús í úrvalsdeildinni, Davíð Adars í opnu. Herru, sjá við. Og Doddi, Doddi fer svolítið heitt hérna inn í þessu beygju. Full ákafur. Bremsar heldur seint og missir. Dott niður, missa Þorsteinn fram á sig líka. Já. Þannig að hann er búinn að koma þessi út úr þessum slag. En það er ennþá hörkubarátta milli Davíðs og Magnúsar. Þetta er alveg... Herru, það er hérna hörkukeppni hérna. Já, 12., 13., 14. Guðmundur Orri, Maggi, Ingóls og Stefán. Það er Mustang, Supra og Cavara, Jaguar. Já. Þetta er gaman að segja. Það er smá slagur ennþá í breytinni. Ég ætla að reynda að fara aftur bara upp í hinslaginn. Það er meira, var meira að vera þar. Já, fleiri svona verður í sæti í boði. Þeir eru líka hérna bara nær. Já. Davíð er bara í kjölsóinu. Spurning hvort nú er hann með kannski aðeins meiri slingsveitueffekt, en ég held að þetta sé aðeins svo seint eða hvað. Já, kannski ekki. Nú þarf hann með að bíða, ekki fara strax fram úr. Það er búið að fara inn að verðu. Hann reynir að stinga. Já, plássið var eiginlega ekki þarna, en Magnús er herramaður. Smá hérna út með axlinar. Sjáum hvort að Davíð ná að halda þessu. Þetta er mjög erfið beygja. Magnús reynir kannski the old switcheroo eins og við talaðum. Já, up and under. Davíð heldur þessu, 7. sæti. Virkilega vel gert hjá Davíð. Já, þetta var aggressíft múv en smekklega gert. Maður í opnum deildinni að taka fram úr úrvalsdeildarmanni. Bara fullverðing fyrir þessu. Já, bara flottur kapastur hjá þeim. Algjörlega. Magnús er líka rísandi ökumaður. Já, hann er sjálfur sér ennþá hálfgjörn nýliði hjá okkur. Hann kom inn bara í haust. Gríðarlegt efni. Og búinn að standa sig virkilega vel. Hlakka til að sjá meira fleiri keppnir með honum. Já, og svo náttúrulega er Magnús undir liðsfélagi með hennar Evu og við vitum hún Evu okkar og hún sýnir enga miskunn og hann ég gerir ráð fyrir því að Magnús sé í stífum æfingum á milli keppna. Já. Þannig að við höfum alveg séð keppendur taka framförum þegar þeir fá gerast lærlingar hjá henni Evu. Það hefur alveg gerst hjá okkur nokkur sinnum. Einmitt. Og verður gaman að fylgjast með hann og Magnúsi. Mér langar svolítið nú að sjá hvernig jökli gengur. Já, kíkjum aðeins á það að sjá hvað... Það er komið 31. hringur. Þó þessi erfitt að slíta sig frá þessu hérna núna. Ég ætla aðeins að sjá hvað Magnús gerir. Já. Hann er núna kominn í kjölsóið. Mista hann hérna aðeins. Aðeins tók skarpa beygju. Já, hann er þess ekki... Nei. Kíkjum þá aðeins á hvað er að gerast þess. Já, kíkja hérna hvað Gunni, hvað Jökull er að gera. Jökull er bara að ná Ívari. Já, herðu, þetta stefnir núna í mikla baráttu mannarsæti. Davíð, ég ætla nú bara að leyfa mér að segja það að Davíð sé komið með þetta. Hann siglir þessu heim nema eitthvað komið upp á. Já, við höfum svo sem alveg séð hluti gerast en Davíð, það er ekki karakterístískt af honum að gera mistök. Hann er einn mest konsistant ökumaður í deildinni svo getur fundið. Já, bara það er mjög litla líkur að ég skulle bara segja. Já. En það er aldrei að segja aldrei en já, öllu hvernig segir maður? Öllu óbreyttu. Öllu óbreyttu, þá er þetta mótið að stafist til þess að tapa. Já, algjörlega. En þetta er núna helst svona mest spennandi baráttu. Við erum að sjá Jökull og þetta er svo bara repeat með pælið í því. Þetta er bara endurtekning af síðast umfyrir hjá okkur í úrvalsdeildinni. Jökull er að taka 40 fyrir 1. Hann er með og Ívar. Hann er kominn. Ívar hefur verið að gera mistök. Sérðu, hann er 47. Hann er kominn fram úr Ívari. Já. Ívar hefur klikkað eitthvað í beststoppinu. Þetta er endurtekning á því sem var að gerast í síðustu umfyrir hjá okkur í úrvalsdeild þar sem að Jökull var að elta Ívar síðustu hringina á keppninni. Náði honum að vísu ekki en hann nær honum hér. Við geta bara sleppt í að keppa í kvöld og sína bara síðustu keppni. Ívar hefði kosið úrslitin úr síðustu keppni fram yfir það sem er að gerast akkurat núna. Já, það var öfugt, það var Ívar sem vann. Það var Ívar sem vann og Jökull var að elta Ívar. Jökull endaði í öðru seti. Já, það náði að taka fram Davíð. Hann tók fram úr Davíð, já. Já, og ég segi það voru Elko-félagarnir sem voru snúningur á þeim. Já, þannig að þetta eru sömu þrír í topp 3 núna og voru í topp 3 í síðustu keppni í úrvalsdeild. Þú ert búinn að spá honum í Jökli sigri nokkur sinnum. Já. Ekki ennþá búinn að raungerast og stefnir ekki í það í kvöld. Nei. Það hlýtur nú að styttast í það með hverju keppni, ætla ég að leyfa mér að segja. Já, það er bara tímaspursmál hvenær Jökull tekur sinn jómfrúa sigur í úrvalsdeildinni. Hann alltaf hefur alveg sigra keppnir hjá okkur. Hann valtaði upp á opnudeildinni hérna þegar hann kom inn nýr. Já. Kom síðan beint inn í úrvalsdeildinni í gegnum tímatökur, þannig að
Við vitum að hann alltaf var hraðastur í tímatökunum fyrir þessa keppni, þannig við vitum alveg að hann með hraðan. Ég tala á móti stóru strákunum, sko. Já. En nú þetta bara, það 1,5 mínúta eftir af keppnistíma, leið og tíminn klárast og þá eru raun allir keppendur bara komnir á síðasta hring. Já, á síðasta hring, já. Hvort sem ekki yfir línuna neitt. Nei, það leikur því miður, höndlar þetta ekki alveg eins og þetta í raunheimum. Vanlega þetta þannig að fyrsta sæti þarf að sjá köflótaflaggið og þá fara restin á síðasta hring. Ég var að horfa hérna það var hérna 12 klukkustund keppni á The Mountain Panorama í Ástralíu. Þar eru stundum með, þar að sko klára hring pluss 1. Já, það mjög oft þannig. Ég finnst svolítið leiðilegt hvernig leikurinn höndlar svona tímakeppnir. Já, en það var náttúrulega gaman frá því að segja við fólk hefur á því að skoða að það var semst að eftir 12 tíma það fóru fyrstu 3 bílarnir yfir saman eiginlega á 1,3 sekundur eftir fyrsta og þriðja. En þarna vorum við að sjá mögulega krúsjál hlut. Ívar var að taka út 2,5 sekundu í refsingu og Ævar á mýkri dekkjum að koma. Það spurning að ég held nú að þetta sé ekki nóg. Já, Diego kominn núna í tæpar 2 sekundur frá Ívari. Hann medium, Ívar á hard. Ívar ætti nú held ég að halda þessu þar. Það fer eftir hvernig klukkan tikkar með rásmarkið, hvort að það ætti ekki að þeir munu báðir klárað bara þennan hring. Það eru núna 10 sekundur eftir af keppnistíma. Já. Þannig að þeir eru á síðasta hring, það er 34 hringir, þetta ekki alveg smargir hringir. Ívar heldur þessu held ég. Já, með grunnum það ekki nema. En hann búinn að fá núna í seinni hluta keppninnar hann búinn að vera að fá svolítið af refsingum í busstoppinu og það dugar. Eins og tölum á það, hann missir svolítið mótjóið sko, þú fær refsingu. Einn meðstök leiða stundum af sér fleiri meðstök. Ekki spurning. Það spurning, ef Ívar nær sér að jara refsingu þá það nóg fyrir Ævar til að Diego til þess að komast fram úr. Já, það ennþá nóg eftir hringnum. Hann núna langur í kaflinn og hvar Davíð? Ætlum nú að sjá hann klára. Kíkjum aðeins á Ívar og Diego, bara svona smá stund. Það tæp sekund þar á milli. Hún ekki að minnka, þannig við getum svona kannski. Ok, ég skal fylgjast með honum Davíð Rúnari. Já, ég skipta á hann áður. Ég læti vita þegar nálgast. Sjáum hvort að Ívar nái sér nokkuð í refsingu, sýnist að gera þetta bara mjög vel. Já, Ævar flytt okkur yfir á Davíð Rúnar, hann að koma yfir rásmarkið. Og það hann Davíð Rúnar sem riggmeistari GTS Iceland, sá fyrsti sem við krýnum, vonandi ekki sá síðasti. Jökull Hrafnsson kemur í mark. Til hamingju, Davíð. Já, virkilega vel leikið hjá honum. Jökull kemur í mark í öðru sæti. Glæsilega keyrt Jökull til hamingju með annað sæti. Það var baráttan þriðja sætið en það hann Ívar sem heldur þessu og tekur þriðja sætið. Verðskuldað. Já, hann var að gera mjög vel smá brösótt hjá honum. Diego með góðan akstur seinni helming móts. Hann var eitthvað í smá klandri en náði að bjarga því í 4. sæti. Gunni 5. sæti. Hannes kemur í mark í 7. sæti. Það var gegn á ýmsu hjá honum. Svo voru restin búnir að klára. Magnús Árna í 7. sæti. Davíð Adams 8. Dimmi í 9. sæti á Væpurnum. Guðmundur Orri í 10. sæti. Doddi í 11. sæti. Liðsfélagi hans Magnús Ingólfsson í 12. sæti. Þorsteinn í 13. Stefán 14. og Valdimar Lávarður í 15. sæti á Bentley Mustangnum sínum. Virkilega skemmtileg keppni að baki. Já, þetta var hörkustuð og gaman að sjá svona mismunandi strategíur mætast í lokin eins og við höfum verið að sjá á tímabilinu. Já. Þannig að það bara að sýna sig aftur. Það sko svo mikið munur á strategíunni að þetta svona Sean Todd, Toto Wolff keppni svolítið líka sko. Já. Þetta ekki lengur bara hver hraðastur á hvaða dekkjum. Nei, nákvæmlega. Það að strengja þetta allt saman. Það að fínstilla þetta alveg út í yst og æsar því að það ekki miskun. Og þetta samt gríðarlega vel keyrt hjá Davíð Rúnari í kvöld. Við óskum honum aftur innilega til hamingju með gír. Já, það hann Davíð Rúnar sem fætt þessu. Riggmeistari 2023. Og það bara, já ég meina, það ekkert raunverulega neitt flókið það að segja. Þessi medalja þín, Davíð. Já, Davíð. Ég ætla að setja þetta á hann. Guffa, svona þykjast að vera þú. Ég var staðekinn, ég mátti vera með headphone-um. Já, það allt í lagi. Við leyfum þessu bara að fljóta og hafa gaman að þessu. Davíð, til hamingju með titilinn. Fæ ég ímynda mér hérna hvernig það var að vinna rigg. Já. Þetta var hörkukeppni, það var skrautlegu fyrsti hringur. Við fengum smá kássu þarna í fyrstu beygju. Gátum því miður ekki alveg séð
Hvað gerist þar sem við höfum ekki replay funksjónin en svo svona teygðist á þessu og hérna Það verður gaman að vera að skoða það Já. og það vantar þessa endursýninga fítus sem var í GT Sport Já, það gerir það. en það er ekkert í því að segja og ekkert verið að velta sér ómikið upp á því. Nei. Þetta er bara eins og það er og voðum vinnur, voðum tapar, vonandi voru menn bara, það er allir að gera sitt besta. Já. Ekki að gera neitt viljandi í þessum leik eða öðrum leikjum Nei, þetta er og við treystum því að keppendur bara eru að það er allir heiðarlegir. Já, það er allir, keyra allir á drengskap og þetta vill stundum líka verða þegar við erum með keppendahóp, blandaðan keppendahóp úr öllum deildunum, menn sem eru óvanir að keyra á móti hvor öðrum. Í deildunum er þetta oft þannig að það er allir búin að vera að keyra saman svo lengi og þekkja orðið inn og akstustíl hvers og annars. Já. Þannig að þetta vill kannski verða, en þetta er bara hluti af kappakstri, það verða atvik, það verða árekstrar og fyrsta beygjan á fyrsta hring, það er bara klassískt. Það er bara klassískt, við getum sagt svo. Það er bara þannig í öllum keppnum, öllum stigum kappaksturs og eins og ég segi, ég var að horfa hérna á atvinnumenn að keppa og það var nóga atvikum. Já, þetta gerist hjá mönnum sem fá borga fyrir þetta, þá getur það gerst hjá okkur í sýndarheimur. Bara atvinnumenn, það keyrðu utan í hvern annan, en það er engin vilji í þessu en það Skulum hætta að tala um þetta. Já. Ég ætla bara að óska Davíð innilega til hamingju með árangurinn, til hamingju með sigurinn. Ég hvet alla til þess að taka aftur slægið með okkur á morgun. Setjast fyrir framan tölvuna eða sjónvarpið, eða reyndar ekki sjónvarpið, það verður sýnt á miðvikudaginn kemur. Já, við erum í beinni á stöðtöðinu núna. Við erum í beinni á YouTube á morgun, annað kvöld, og þar munum við Guffi lýsa þriðju umferð í fjórðu umferð. Þriðju umferð í úrvalsdeildinni. Þar sem við erum að fara að keppa á Katalúnia í Barcelona. Ég á bókað flug og eftir frá Daytona til Barcelona og hlakka til að mæta þangað og fá mér smá eitthvað svona skemmtilegt spænst í gogginn. Eitthvað gott í gogginn. Við bara sjáum eitthvað vonandi sem flest og eins líka þeir sem eru nýjir áhorfendur hérna í gegnum Stöð 2 mögulega að finnið okkar á Facebook, Gran Turismo samfélagið. Þar fara fram allar umræður hjá okkur deildakeppnina ásamt bara almennum umræðum Gran Turismo og hermi akstur og eins finnið okkur það á YouTube því að við erum með núna í vikunni 4 útsendingar sem verða allir í beinni leitið bara GTS Iceland á YouTube og þá finnið þið rásin okkar, hendið því subscribe og þá missið þið ekki af neinu. Komið við, pröfið að keppa, þið sjá ekki eftir í. Takk fyrir mig, Brynjólfur heiti ég. Takk fyrir mig, ég heiti Guðfinnur og við sjáum okkur vonandi sem flestir skjáinn annað kvöld. Verið sæl að sinni. Bless. Bless.